Komið sæl, kæru félagar, og verið velkomin hér á fund nr. 344 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Hann haldinn hér í Ráðhúsinu á Höfn í dömbungsveðri. Bíðum eftir þrumónu sem áttu að vera og eldingunum sem áttu að vera hér í dag, en það bara viðbót við jólaskautið. Í dag sitja fundinn Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir og Tinna Rut Sigurðardóttir, Eyrún Fríða Árnadóttir, Guðrún Stefánía Voppjörð Ingólfsdóttir, Ásgerður Kristín Gylfadóttir og hann Gunnar Ásgeirsson. Ásamt sitja hér Sigurjón Andersson bæjarstjóri og Jóna Benný Kristjánsdóttir sviðsstjóri og Arndís Lára Kolbrúndóttir. Það rita fundargerð og hann Tjörfi Óskarsson sem sér útsendinguna. Og ég held að því ég held nú á hamrinum, þá held ég að sé búin að átta mig á því ég hef glemt að setja fundin hérna formlega, en ég gera það hér með, þakku fyrir. Það er bara svo gaman og gott að halda á svona hamri. Í upphafi þá ætla ég að bara hafa orð á því hvað fundarmenn hér eru ofboðslega fínir og fallegir í dag. Og enda er að koma jól og það er ekki seinna vænna en að fara að máta jóladressinn og það þarf að íhuga það hvort við þurfum að fara í einhvern svaðalegt átak til þess að komast í kjólinn fyrir jólin eða vesti fyrir jólin eða hvað það er nú. En gaman því. En í upphafið þá ætla ég að leggja hér til að við bætum við einu máli á fundinn og það er mál nr. 2025-12046. Það er erindi til aðildarsveitarfélaga SAS varðandi fund stjórnar 5. september síðastliðinn. Því verður bætt hér á dagskrá fundarins. Ég ætla að óska eftir því að fundarmenn gefa mér hérna merki ef þeir eru því samþykkir. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá heldum við til dagskrár og hér í upphafi er lögð fram í fyrsta mál lagt fram til umræðu og kynningar fundargerð bæjarstjórnar Hornafjarðar nr. 342. Orðið er laust. Það kveður sér engin hljóðs, þannig að við höldum bara áfram. Þá förum við í mál nr. 2, það er fundargerð bæjarstjórnar Hornafjarðar nr. 343. Hún hefur verið lögð fram til umræðu og kynningar. Orðið er laust, gjörið svo vel. Kveður sér engin hljóðs. Þá förum við hér í þriðja mál á dagskrá. Það er fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1197. Ég ætla að leggja fram hér leiðréttingu og bókun frá fundi bæjarráðs nr. 1193 frá 21. október 2025 og það er í samræmi við aðra málsgrein 23. greinar stjórnsýslulaga nr. 37 frá árinu 1993 og bókun bæjarráðs á fundi nr. 1197 þann 18. nóvember 2025. Og tillaga að nýrri og réttri bókun verður þá slík, og ég ætla að lesa hana hér og bera hana hér upp til atkvæða og síðan höldum við áfram með þessa fundargerð. En tillagan er slík. Sveitarfélagið Hornafjörður stendur fyrir uppbyggingu innviða í nýju Hagahverfi og er hönnun veitukerfa og gatna á lokastigi með hagkvæmni að leiðarljósi var ákveðið að skipta uppbyggingunni í sérstakar framkvæmdir. Fyrsti áfangi framkvæmdarinnar, þar að segja áfangi 1, felur í sér efnisskipti undir götum og farg á svæðinu. Sveitarfélagið leitaði tilboða í efniskaup en áætlanir gera ráð fyrir að þörf væri á 12.000 til 15.000 rúmmetrum. Þar sem kostnaðaráætlun efniskaupa er undir viðmiðunarfjárhæðum samkvæmt lögum opinber innkaup var farið í verðfyrirspurnarferli. 2 tilboð bárust og miða þau öll við rúmmetraverð efnis með flutningi á svæðið sem og virðisaukaskatti. Vegagerðin hún bauð 1800 krónur rúmmetrinn og Litla Horn EHF bauð 1860 krónur rúmmetrann. Lagt er til við að bæjarráð samþykki að taka tilboð Vegagerðarinnar. Bæjarráð tók máli fyrir og samþykkti í tölvupósti. Ég ber þessa tillögu hér að breyttri eða leiðréttri á bókun, ber hann hér upp til atkvæða þeir sem henni samþykki við sérst gefa merki.
já, fyrirgefðu, sjálfsögðu má ræða það. Fyrirgefðu, ég var aðeins svo fljótur á mér, það er nú ekki fyrsta skipti. En orðið er laust, gjörðu þessu vel ef menn vilja ræða þessa bókun eða framkvæmdina yfir sér, varðandi bókunina. Svo er ekki, því ber ég henni hér þvílugt til atkvæða. Þeir sem henni samþykkir virðast gefa merki, samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er fundargerð bæjarráðs númer 1197 hér opin til umræðu og kynningar og fyrir henni lágu fundargerð velferðarnefndar númer 45 sem og fræðslu- og frístundanefndar númer 130 ásamt nokkuð mörgum öðrum fínum málum. Ég gef hér orðið laust fundargerð númer 1197, Eyrún, gjörðu svo vel og Tinna svo. Forseti, mig langaði að tala undir öðrum lið þessar fundar sem fundargerð fræðslu- og frístundanefndar. Þar undir umfjöllun barna- og ungmennaþing sem var nýlega haldið hérna í sveitarfélaginu og mig langar að þakka öllum sem komu að skipulagningunni og öllum börnum sem tóku þátt í starfinu. Það er rosalega gaman að nú þegar við leggjum fram seinni umræðu fjárhagsáætlun að þá hafi þessi vinna geta komið inn í þá undirbúningsvinnu okkar og við getum haft gögn frá unga fólkinu okkar sem við tökum til greina þegar við hugsum framtíðar ákvarðanir fyrir sveitarfélagið. Þannig að mér langar bara að þakka öllum sem koma að þessu, hrósa okkur fyrir hvað við erum frábært ungt fólk hérna og börn og það að við séum öll að vinna að því að vera raunverulega barnvænt sveitarfélag. Takk. Takk fyrir Eyrún, Tinna og þú ert nú að gefa vink. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka undir með Eyrúnu. Ég er alveg sammála. Ég er bara frábær börnin okkar. En ég ætla að taka til máls undir 16. lið þessara fundargerðar. Það er uppbygging miðbæjar á Höfn. Að frumkvæði landsbyggðar var haldin stefnumótandi vinna framtíðarsýn og staðarýmynd Hafnar fyrir uppbyggingu nýs miðbæjar. Þessi vinna er leidd af Co-Plus og Co-Plus hefur unnið svipað vinnu með mjög mörgum stórum fyrirtækjum allan heim. Vinnustofan var haldin á Heppunni þann 3. desember síðastliðinn og voru aðilar úr fjölbreyttum atvinnugreinum á svæðinu og hagaaðilar á miðbæjarsvæðinu þarna. Markmið þessara vinnustofu var að byggja upp traustan og samrýmdan grunn að uppbyggingu sem mun skipta samfélagið allt miklu máli og mun uppbyggingin styðja við jákvæða þróun svæðisins til framtíðar. Vinnustofan gekk mjög vel og var mikill samhljómur og samstaða í fólkinu sem kom þarna saman. Það var áberandi jákvæðni, fjölbreytileiki og skemmtileg orka í hópnum. Það verður mjög spennandi að fylgjast með áframhaldinu en nú tekur Co-Plus við öllum þeim gögnum sem að þau söfnuðu saman á þessari vinnustofu og ég vil bara þakka Skinney Þinganes fyrir flott frumkvæði að uppbyggingu nýs miðbæjar á Höfn og samstarfið við landsbyggð byrjar mjög vel. Þetta er stórt og mikilvægt verkefni og það þarf að vanda vel til verka svo að við getum öll verið stolt af útkomunni. Takk fyrir. Tinna, orðið er laust, við erum í fundargerð númer 1197. Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara byrja að taka undir með þeim stöllum hér varðandi ungmennaþingið. Þetta er bara frábært hvernig ungmennastarfið hefur bara þróast í gegnum tíðina og ég heldur mig að vera stolt af því að eiga langa og samfellda stöðu af samfelldu ungmennastarfi. Þegar ég byrjaði bæjarstjórnar í 2010 þá var Haukur nokkur Þorvaldsson starfsmaður ungmennaráðs, starfsmaður Þrykkjunnar og Samum ungmennaráð. Og svo hafa margir tekið boltann inn á milli og þetta farið í svona svolítið hlykkjum eins og bara gengur og gerist. En það hefur alltaf verið ungmennastarf. Mörg sveitarfélög eru að berjast við það að reyna að koma á þessa staði að það hefur dottið niður og það næst ekki aftur. En ég held að tek undir með ykkur að það hefur verið bara frábært starf í gangi og hefur verið nokkur ára skeið og við bara megum vera mjög stolt af því. Og bara þetta eru stjórnmála fólk framtíðarinnar, ekki spurning eða bara flotti krakkar sem eigum öll upp til hópa. En það er eitt annað mál í mitt fræðslu- og frístundanefnd sem ég langaði til þess að taka til umræðu og það er
fyrsta máli hér, þar sem að, það er númer 1 í almennum málum. Þetta er stuðningssjóður fyrir íþrótta- og tómstundastarf ætlaði börnum frá tekjulágum heimilum. Á þessum fundi þá var lögð fram tillaga frá starfsmanni svæðisskrifstofu íþróttahéraða sem eru Jóhanna Íris Ingólfsdóttir að þetta er nýtt starf á vegum ISÍ sem er í samstarfi austur með UIA og þarna er starfsmaður sem er að vinna að því að efla íþróttastarf á landinu og þá á okkar svæði og reyna svona að, kannski manni þegar var verið að setja þetta starf á laggirnar þá var aðal fókusinn á kannski fatlaða og þá sem eru síður í íþróttahreyfingu en þarna er verið að benda á hóp sem að auðvitað við þurfum alltaf að vera vakandi gagnvart og það er krakkar frá tekjulágum heimilum. Að það sé hægt að ná þeim því að þetta er oft svolítið flókið að hvetja fólk að finna bara rétta leiðir því að auðvitað er ekki hægt að sækja börnin og setja þau í starf, íþrótta eða tómstundastarf en þarna hvort sem að þessi leið sem þarna er lögð fram eða eitthvað annað, nefndin er að vinna með máli, að ég vil bara hvetja okkur til þess að vera lausnamiðuð og finna leiðir til þess að koma til móts við þessar fjölskyldur og þessar krakka. Annað sem ég langaði til að taka til umræðu hér undir þessari fundagerð er akkurat liður 16 sem að Tinna fór svo ágætlega yfir. Og þetta er margt gott í þessari vinnu og það verður áhugavert að sjá hvert þetta verkefni þróast. Og fundurinn var á margan hátt góður sem svona stöðutaka og hugaflug fyrir framtíðarsýn og þeirra þáttakandar sem voru þarna á svæðinu og tek undir með það við vorum mjög svona, það var samhljóma það sem kom frá hópunum. Eins og þá þurfum við að huga alvarlega því hvernig framhaldi verður og það er svona verið gaukað að manni, þú veist að hvern ótti heimamanna við það að þarna verði uppbygging á gæðastað þar sem að heimamenn í rauninni ná ekki að byggja sín tækifæri. Að það sé, þú veist að við séum kannski megum ekki detta í það að það verði utanaðkomandi aðilar sem að verði eignar aðilar að stórum hluta tækifæra heimafólks til þess að búa sér til, skapa sér atvinnu og annað slíkt. Bara að við höfum það í huga að þetta er frábært verkefni og þetta er gott að þessir aðilar hafi augun á okkur og sé tilbúin til að vinna með okkur annað slíkt en að við svona höfum líka svolítið varnagla í vinnunni og séum meðvituð það að það er hellingur af frumkvöðlum í dag sem hafa áhuga á því að skapa sér tækifæri og til framtíðar og horfum unga fólki okkar. Þú veist bara vá, það er bara óteljandi möguleika þar og það er líka það sé ekki, þú veist að þeirra möguleikar verði ekki takmarkaðir inn í framtíðina. Því að þetta svæði sem að er verið að horfa á, sem er kallað miðbær og hér horfum við á miðbæ og svo miðsvæði og allt sem við höfum verið að tala um. Að í mínum huga er þetta staði sem að getur orðið hjarta bæjarins og við verðum að hafa hagsmuni íbúa með í þessari vinnu sem er framundan. Takk fyrir Ásgerður. Fleiri sem vilja taka til máls er undir fundargerð nr. 1197. Svo er ekki. Þá höldum við áfram. Þá förum við hér í 4. mál dagskrá, það er fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1198. Það var engin fundargerð, neinna nefnda þar undir, heldur ýmsar bara ýmis önnur mál, almenn mál. Og orðið hér gefur laust fundargerð nr. 1198, gjörðu svo vel. Tinna, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka til máls undir 7. lið þessara fundargerðar en það er málefni Héraðsfréttablaðsins Eystrahorns. Ég ætlaði bara að nýta tækifæri til þess að þakka henni Guðrúnu Ásdísi Sturlaugsdóttur fyrir frábært frumkvæði af jólaútgáfu Eystrahorns. Það hefur verið ansi erfitt að koma upplýsingum á framfæri eftir að Eystrahorn hætti í útgáfu og því fagna ég því að við fáum jólaútgáfu Eystrahorns og getum vonandi miðlað upplýsingum og sendt jólakveðjur. Skilafrestur til þess að senda inn kveðjur, greinar, auglýsingar eða annað sem að fólk vil koma á framfæri er á morgun
Þannig að ég hvet öll til þess að senda henni Guðrúnu skilaboð, annarkvort á Facebookarsíðu Eystraholts eða á tölvupóstfangi eystrahotn.is@gmail.com. Takk fyrir. Takk fyrir Tinna. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Það kveður sér engin ljós. Loka ég fyrir mælendaskrá fyrir fundargerð nr. 1198 og förum hér í fundargerð nr. 1199, það er 5. mál á dagskránni í dag. Hún er síðan 2. desember fundurinn og fyrir þeim fundi lágu fundargerðir atvinnu- og menningarmálanefndar nr. 82 sem og umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 105 og orðið er gefið laust, gjörðu svo vel. Einhver sem kveður sér ljós. Eyrún, gjörðu svo vel. Forseti, undir þessari fundargerð er mál sem hefur hangið ansi lengi inn hjá okkur og verið flókið, bæði hér innan bæjarstjórnar og bara í samfélaginu. Er að ræða kæru vegna gatnagerðargjalda á Hagaleiðru 11. Hins vegar gerðist á þessum fundi að þarf að staðfesta sveitarfélag hefur endurgreitt gatnagerðargjöld og málskostnað samkvæmt nýjasta úrskurði innviðaráðuneytisins, en mér vil þó undirstrika það að samkvæmt nýjasta úrskurði ráðuneytisins þá var málsmeðferð sveitarfélagsins á öllum tímapunkti rétt. Sveitarfélagi gerði ekki mistök, en það voru hins vegar mistök sem urðu í innviðaráðuneytinu sem olli því að máli tók svona langan tíma með tilheyrandi erfiðleikum fyrir samfélagið hér. Þannig að ég vil bara árétta það að sveitarfélagið stóð sig vel í þessu, en mér þykir miður hvað þetta tók langan tíma fyrir alla aðila. Takk fyrir Eyrún. Fyrir sem vilja taka til máls, orðið er laust, gjörðu svo vel. Við erum í fundargerð nr. 1199. Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar kannski að bara bæta við það sem Eyrún Fríða var að ræða hér af því að það vantar kannski svona endapunktinn hjá henni að sveitarfélag hafi greitt þetta, að þá er það ríkið sem situr uppi með þessa upphæð. Vegna, eins og hún kom inn á, að þetta voru mistök í innviðaráðuneytinu. Ég held að sé bara gott að við, og svo kemur fram í bókunni að við undirstrikum það, að auðvitað er mikill kostnaður sem sveitarfélagi hefur lagt í bara í vinnu og annað slíkt. En þeir peningar sem eru útlagðir í þessu til að gera upp þetta mál, að þeir hafa verið gerð krafa á ríkissjóð fyrir því og við væntum þess að fá það greitt, þannig að fjárhagslega á sveitarfélagi að koma á núlli út úr þessu eins og hægt er þegar að svona mál er að ræða. Takk fyrir Ásgerður. Fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð bæjarráðs nr. 1199. Svo er ekki, þá lokum við henni og förum hér í 7. lið á dagskránni í dag. Það er bæjarráðsfundur nr. 1200. Hann er síðan 9. desember síðastliðinn. Þetta er mjög merkilegt að þetta er bæjarráðsfundur nr. 1200. Þú fara að byrja að telja ykkur nýtt, 1201 og svona, gaman. Þar lágu fyrir nokkra fundargerðir til staðfestingar. Það voru íbúðaráð í Suðursveit og Mýrum, nr. 10, íbúðaráð Nes og Lón frá nr. 10, íbúðaráð í Öræfum, fundur nr. 9, fundur Hafnarstjórnar nr. 280 og fundur Almannavarnanefndar nr. 70. Og orðið er gefið laust fund nr. 1200. Hjördís, gjörðu svo vel. Forseti og góða fundarmenn, mig langar að byrja að tala undir máli nr. 1, 2 og 3 sem eru íbúðaráðin, fundargerð íbúðaráðs. Ég fór sem gestur á alla þessa fundi sem formaður umhverfis- og skipulagsnefndar til þess að ræða hinn síbreytilega og fjölbreytta SORP málaflokkinn.
Helst af öllu hrægamar, flokkun og fleira sem ég var að ræða við þau. Og mér finnst svo mikilvægt, mér langaði bara að koma inn á það hvað íbúðaráðin eru að skila miklu beint til okkar. Mér fannst ekki sem formaður nefndarinnar að við gætum verið að endilega taka ákvarðanir þetta hér eins og til dæmis hrægama sem við erum bara hreinlega ekkert að glíma við hér á Höfn. Við bara eigum að mér finnst bara svona sannast enn og aftur að svona fólki á gólfinu, get ég sagt það, fólki sem býr á svæðunum, það veit hvernig best að leysa þetta, það veit hvaða breytingar eru góðar eða þarf engu að breyta. En við erum búin að eiga ótrúlega góðar umræður bara svona að mestu leyti allan þennan málaflokk sem auðvitað risastór og mjög dýr fyrir sveitarfélag, stendur að sjálfsögðu ekki undir sér svo sem hjá okkur frekar en kannski öðrum, og sífellt að breytast eins og ég kom inn á. Þannig að ég hlakka til að öll íbúðaráðin tóku þá ákvörðun að taka þessar umræður með sér í jólabúðin kannski og taka málið fyrir aftur á nýju ári sem sagt. Og þá mun ég aftur fara á þeirra fund og hlakka til að heyra þeirra tillögur sem ég sannfærð að koma frá þeim breytingar og við þá tökum þær fyrir ef það var við á þeim tíma. En mér finnst það bara svo, mér langaði bara svona stuttum máli að fagna íbúðaráðunum en eina ferðina. Þau bara eru að vinna svo flott starf og það er svo gott að geta átt þessu umræður við þau sem eiga ekki við hjá okkur íbúum í þéttbýli. Við erum bara ekki að díla við sömu hlutina. Þá ætla ég að ræða málum 15 sem Hafnarbraut 60. Það langaði mig að koma inn á að á þessu kjörtímabili höfum við lagt ótrúlega mikla vinnu í að auka hér lóðaframboð sem var í rauninni ekkert þegar við tókum við. Það voru bara ekki lóður á svæðinu og hafa ekki verið í töluverðan tíma. Það búið að leggja á sig mikla vinnu, mikla skipulagsvinnu, marga fundi og allt hvaðina sem því fylgir. Og það svona langar mig að fagna að það sé hafin vinna sem við öll sjáum nú þegar við Hafnarbraut 60. Verð fyrir spurn vegna gatnagerðar og veitna hefur þegar verið send út og hann styttist bara verulega í mikla uppbyggingu hér á Höfn. Og mér langar bara að fagna því innilega og ég veit að samfélagið tekur undir það. Ég bara þykist vita það. Þetta ótrúlega stórt verkefni sem að við höfðum einfaldlega bara hugrekki til þess að fara í. Þetta risastór fjárfesting fyrir sveitarfélagið og ég sannfærð það að það kemur svo vel tilbaka til okkar allra á næstu árum og ég hlakka til að sjá þetta bara gerast núna fyrir framan augun okkur. Takk. Takk fyrir Hjördís. Við erum í fundargerð bæjarráðs númer 1200, orðið laust, gjörðu svo vel. Einhver sem kveður sér ljós. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það mál. Ég ætla að tala hér mál nummer 5. Það almannavarnanefnd. Það var fundur í almannavarnanefnd í finna þetta hérna, fyrirgeðu. 3. desember. Akkúrat, það gerðist ýmislegt 3. desember, vinnufundur og almannavarnanefndarfundur og alls konar fundir. En hér, það voru 2 mál á dagskrá, það var björgunarmiðstöð í Öræfum. Og mér langar að fagna því að þetta sé komið á skrið, lýsa ánægju minni með það að verkefni sé bara komið í þarfagreiningu og samráð meðal þeirra aðila sem að hugsaðir eru sem mögulegir samstarfsaðilar í verkefninu. Það ennþá mikil vinna framundan við að safna gögnum að miða við það sem að liggur fyrir fundinum. Og bara mikið samtal eftir, en það farið af stað, þannig að það bara mjög gott. Og þá líka með að meta með hagsmuni okkar íbúa hvað staðsetning henta best fyrir svona björgunarmiðstöð. En verkefnið komið á skrið og það vel.
og kannski bara mér langar að spyrja bæjarstjóra ef hann veit sko, nú viðbragðsaðila verkefnið sem í Öræfum núna, það var fjármagnað til áramóta. Nú getur vel verið að það kannski hangi eitthvað að fjárlögum með eitthvað slíku sko, hvernig framhaldi verði með það, en hvort að við hafi einhverjar upplýsingar það hvernig gangi að skipuleggja til næstu mánaða, vonandi bara til framtíðar. Og ég veit að það eru einstaklingar í Öræfum sem eru að læra sjúkraflutningana sem bara mjög flott og bara best að við erum með okkar fólk sem að getur sinnt þessum störfum eins og aðrir. Svo kom hún Hjördís inn á skemmtilegan málaflokk sem sorpmálin, að það á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar þar sem var verið að ræða þessi mál og svo í bæjarráði að þá er heilmikill tími sem fer í þetta, enda þetta, eins og hún sagði, síbreytilega málaflokkur, því að þegar maður heldur að það sé búið að stoppa fyrir eitt gatið að þá rifnar einhvers staðar annars staðar og það alveg ótrúlegt og eins og kannski fólk tekur eftir þegar fyrir maður að ræða gjaldskrá sorpbyrði að það hækkun enn og aftur og fyrir síðan tíma sem að verða hækkanir því að þetta málaflokkur sem á að standa undir sér. En hann svo síbreytilegur að þegar af því að það mjög erfitt að hækka þetta duglega til þess að ná að hann standi á einhvern hátt undir sér að þá bara kemur eitthvað nýtt. Og þetta íbúar eru margir hverjir duglegir að flokka og skila og draga úr sóun og þetta allt saman sko og bara kannski líka að það til dæmis textíll sem að við erum farin að greiða með Rauði krossinn hættur að taka á móti og ekki fluttur frítt frá okkur og annað slíkt að við ég held við hljótum öll að vera í gamlum fötum sem við erum að búsa upp sko til þess að reyna, ég meina það hver og einn þarf að leggja sitt að mörkum og bara þetta verður endalaust og við munum heyra þetta ókomin ár og þannig að það var eitthvað eitt í viðbót sem ég ætlaði að tala um. Já, ég má nú til með að Hjördís talar kjark og hug og dáði við það að setja hér fram lóðir að það nú gaman að því sko því það nú búið að vera útluta lóðum og sumir náttúrulega bara sömu lóðanum aftur og aftur sko þannig sem að fólk sækir og skilar og fram og tilbaka og breytir fyrir breytingar á deiliskipulum og skila svo inn þannig að það heilmikill gangur í lóðamálum þó að það sé að detta inn fleiri lóður og sjálfsögðu bara hvaða framboð sem og öll þrjú voru með það á sínum stefnuskrám að leggja fram fleiri lóðir og meira segja var framsókn með það lóðir sem hefði verið hægt að fara að byggja á bara fljótlega sem var á tjaldstæðinni sem að hlaut ekki náð fyrir mannana þannig að þetta alltaf skemmtilegu málaflokkur líka. En ég efast ekki það að það verið allir spenntir þegar að verið farið að byggja eftir kannski tæp 2 ára í Hagahverfinu þannig að þó að það útdeila lóðum fljótt og væntanlega næsta bæjarstjórnarfundi að miða við yfirlýsingu bæjarstjóra að þessi komnar umsóknir þannig að það bara mjög spennandi. Takk fyrir Ásgerður. Fundur 1200, Bæjar og Hornafjarðar. Fleiri sem taka Sigrún staðinu upp, þannig að ég reikna með því að hann vilja hafa orðið, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka þessa fyrirspurn frá Ásgerð og tek undir með henni. Það er afskaplega ánægjulegt að við séum komin af stað með þarfagreiningu fyrir nýja björgunarmiðstöð í Öræfum og spurninguna tengda bráðaviðbragðinu. Nú heilbrigðisráðuneytið framlengdi í sumar veru viðbragðsaðila í Öræfum fram til áramóta og ég átti fund í gær hérna í þessum sal með fulltrúa sjúkraflutninga hérna á Höfn og með Hermanni og Steina sem eru sjúkraflutningamenn. Hermann yfir sjúkraflutningum hérna á Suðurlandi og þar kom fram að heilbrigðisráðuneytið hefur ekki enn svarað því hvert framhaldi verður á bráðaviðbragðinu hjá okkur eftir áramót. Og þetta bagalegt og þegar ég heyri þetta þá liggur ljóst fyrir að við þurfum að
hafa samband og íta á eftir þessu vegna þess að það hefur sýnt sig síðustu mánuði að þetta er alveg bráðnauðsynlegt. Það hafa verið mörg útköll, það hafa verið alvarleg útköll og þetta er alveg bráðnauðsynlegt að halda þessu áfram. Eins og staðan núna er þetta einn sjúkraflutningamaður sem er staðsettur þarna í Öræfum og þá er skipt út vikulega og við munum fara í það strax á morgun að setja inn fyrirspurn til heilbrigðisráðuneytisins hvað veldur því að það er ekki búið að taka ákvörðun að framlengja þetta. Hverju Sigurjón, fundur 1200, orðið laust, gjörðu svo vel, Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég velti fyrir mér í þessu ljósi hvort það sé ekki sterta bæjarráð bóki bæjarstjórn bóki þetta mála og leggjum áherslu á það að þetta viðbragð sé framlengt og það sé tryggt því að það eru ekki margir dagar til áramóta og vonandi bara eitthvað sem er tilbúin til að taka viku 1 en allavega að við undirbúum kannski hér bókun fyrir fundin. Já, Stefánía hefur óskað hér eftir fundarhléi svo við getum útbúið bókun svo við getum haldið áfram með þennan ágætt fund. Þannig að það er gert fundarhléi hér núna meðan að ritsmíði fer fram. Þá komum við aftur eftir augnablik.
Þá er fundarhlé hér lokið og við höldum áfram og ritsmiðirnir hafa sett saman ágæta bókun og ég ætla að fá að lesa hana hérna fyrir okkur öll þá til samþykktar eða allavega til kosninga. Bókun er svohljóðandi: Bæjarstjórn Hornafjarðar lýsir þungum áhyggjum af að ekki liggi fyrir tryggt framtíðar fyrirkomulag bráðaviðbragðs í Öræfum frá 1. janúar næstkomandi. Ljóst er að þjónustan hefur margsannað sig og reynst íbúum og ferðaþjónustu og ferðamönnum á svæðinu ómetanleg og verið lykilþáttur í öryggismálum á einu af fjölförnustu svæðum landsins. Bæjarstjórn Hornafjarðar skorar því eindregið á heilbrigðisráðherra að tryggja framlengingu þjónustunar eftir 1. janúar næstkomandi, þannig að ekkert rof verði þar á. Sveitarfélagið Hornafjörður er reiðubúið til áframhaldandi samstarfs við ráðuneytið sem og HSU, en telur jafnframt algjörlega óásættanlegt að þjónustan falli niður, jafnvel tímabundið, á meðan unnið er að framtíðar fyrirkomulagi. Hér legg ég fram þessa bókun og gefa orðið laustu hana ef einhver vill tjá sig frekar. Svo er ekki, því ber ég henni hér upp til atkvæða þeir sem eru samþykki við samþykkiðamerki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá færum við þetta bókar, frú riddari, og komum þessu til viðkomandi aðila. Við erum hér ennþá í fundi númer 1200 hjá bæjarráði Hornafjarðar og orðið er áfram laust. Ef einhver vil frekar ræða þá geta fundagerð. Það kveður sér engin hljóðs, því heldum við áfram og förum hér í mál númer 7, fundurum í dag. Það eru viðaukar við fjárhagsáætlun fyrir árið 2025, viðauki númer 13 vegna óskar aukafjárveitingu vegna kaupa á nýrri skóflu fyrir Merl og liftara fyrir áhaldahúsið sem og vegna jólagjafar starfsfólk fyrir árið 2025 að upphæð alls krónur 5,8 milljónir er lagður hér fram. Viðbótar fjárheimildum verður mætt með lántöku. Orðið er laust, gjörið svo vel. Það kveður sér engin hljóðs, því ber ég þennan viðauka hér upp til atkvæða. Þeir sem eru án samþykki vil gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér lið númer 8 á dagskránni í dag. Það er skipurit stjórnsýslu og fjármálasviðs. Forseti leggur hér fram tillögu að breytingu á skipuriti stjórnsýslu og fjármálasviðs. Við breytinguna er gert ráð fyrir að sameina sviðin í eitt svið, sviðin 2 í eitt svið, setja 4 deildir undir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs og fjármálastjóri verði á stjórnsýslu og fjármálasviði en heyri beint undir bæjarstjóra. Þá er gert ráð fyrir fjölgun 2 stöðugildi á sviðinu, deildarstjóra mannauðs og launadeildar og þjónustufulltrúa tæknimála auk annarra minniháttar breytinga og tilfærslna. Óskað er eftir að bæjarstjórn samþykki framlagða tillögu að breytingunni á skipuriti stjórnsýslu og fjármálasviðs. Orðið er hér laust, gjörið svo vel. Það kveður sér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki tillöguna að breyttu skipuriti stjórnsýslu og fjármálasviðs. Þeir sem eru henni samþykki vil gefa merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér lið númer 9. Það er endurskoðun á gjaldskrá hunda og kattahald. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til 10% hækkun á árlegu skráningagjaldi gæludýra. Gjaldskráin hefur verið uppfærð í samræmi við það, auk nokkurra annarra breytinga. Orðið er laust, gjörið svo vel. Það kveður sér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki uppfærða gjaldskrá hunda og kattahald. Þeir sem eru því samþykki vil gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í 10. liða dagskrá. Það er gjaldskrá sorphirðu, sorpeyðingar og söfnunarstöðva úrgangs. Samkvæmt lögum ber sveitarfélaginu skylda til að láta málaflokkinn standa undir rekstri og leggur nefndin því til að gjaldskráin verði áfram hækkuð í þrepum svo hægt verði að uppfylla skilyrði laganna. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til 10% hækkun sorpgjalda á heimili og 15% hækkun á atvinnuhúsnæði. Einnig er lagt til 15% hækkun á gjaldskrá móttökustöðvar. Gjaldskráin hefur verið uppfærð í samræmi við það og er hér lögð fram til samþykktar.
Orðið laust gjöra svo vel. Kveður sem engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki gjaldskrá fyrir söfnunarstöð úrgangs og gjaldskrá sorphirðu og sorpeyðingar. Því sem því samþykkir við geðmerki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Og þá förum við í ref og minka. Það er alveg hverfandi atvinnugrein, minkaræktun á Íslandi, þannig að þetta jæja, þá verða það bara viltir í náttúrunni, ekki hafðir í búrum, greiinn. En liður 11, óskum endurskoðun gjaldskrá vegna ref og minkaveiða, umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til 5% hækkun á hvern felldan ref. Nefndin ítrekkar að forsendur greiðslu er að veiðimenn uppfylli reglur refa og minkaveiða. Veiði í sveitarfélaginu Hornafirði. Gjaldskráin hefur verið uppfærið samræðum það og er hér lögð fram til samþykktar. Orðið laust gjöra svo vel. Hvað þessu engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki uppfærða gjaldskrá vegna refa og minkaveiða, þeir sem því samþykki við geðmerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Nú þá förum við hér í mál nr. 12 á dagskránni hjá okkur í dag. Það eru álagningarreglur fyrir árið 2026 og tillagaða álagningarreglum fyrir árið 2026 eru eftirfarandi: að útsvar verði 14,97%, að fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði verði 0,33% af fasteignamati, að fasteignaskattur á opinberu húsnæði verði 1,32%, það er óbreytt, að fasteignaskattur af húsnæði verði 1,65% af fasteignamati, það er óbreytt, að lóðaleiga verði 1% af lóðamati og hólrasagjald samkvæmt gjaldskrá verði óbreytt, vassgjald samkvæmt gjaldskrá verði óbreytt og sorpgjöldum þeim verði breytt samkvæmt gjaldskrá. Orðið laust gjörir svo vel álagningarreglur fyrir árið 2026. Það kveður sem engin hljóðs, því legg ég til að álagningarreglurnar verði bornar hér upp til atkvæða, þeir sem eru því samþykki við geðmerki. Og þær hafa hér verið samþykktar með 7 atkvæðum bæjarstjórnarfulltrúa. Þá förum við hér í lið nr. 13 á dagskránni í dag. Það er samþykkt kjör fulltrúa sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrirgefiði. Lögðu fram tillaga breytingu á samþykktum kjör fulltrúa sveitarfélagsins. Með breytingunni er samþykktin uppfærð í samræmi við þá framkvæmd sem hefur verið við lýði við greiðslur til kjörinna fulltrúa en kom í ljós á árinu að var ekki í samræmi við samþykktina. Samkvæmt uppfærðri samþykkt er fallið frá mánaðargreiðslum til formanna nefnda og greiðslu fyrir setin fund hækkuð á móti. Þá skulu nefndarlaun greidd út á 3 mánaða fresti og nefndarlaun bæjarfulltrúa og varamanna bæjarstjórn greidd út samhliða mánaðarlaunum í stað þess sem hefur verið að nefndarlaun hafi verið greidd út á 6 mánaða fresti. Orðið laust gjörir svo vel. Það er þessu engin hljóðs, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki uppfærða samþykkt kjör fulltrúa sveitarfélags Hornafjarðar, þeir sem eru því samþykki við geðmerki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Nú þá förum við í lið nr. 14 á dagskránni í dag. Það er bakvaktargreiðslur. Forseti leggur hér til að þær breytingar verði gerðar á bakvaktarsamningum við starfsfólk að fjárhæð í bakvaktarpotti verði uppreiknuð með laun almenns starfsmanns sem sinnir viðkomandi bakvöktun til samræmis við fjárhæð í kjarasamningum. Jafnframt er lögð til sú breyting að samkomulag fylgi kjara sem samningsbundnum launahækkunum. Orðið laust gjörir svo vel. Kveður sem engin hljóðs, því legg ég til að við berum hér atkvæði þessa breytingu þeir sem því samþykki við geðmerki. Samþykkt með 7. Nú þá förum við hér í 15. lið á dagskránni í dag. Það er fjárhagsáætlun sveitarfélags Hornafjarðar fyrir árið 2026. Og bæjarstjóri kemur til með að stíga hér í pontu og gera grein fyrir fjárhagsáætlun árið 2026 sem svo í framhaldi fjárhagsáætlun 3 ára áætlun fyrir árið 2026-2029. Og orð bara Sigurjón gjör svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að deila hérna með ykkur á skjánum nokkrum glærum, þar sem við förum yfir áætlun ársins 2026 og útkomuspá fyrir árið 25 og langtíma áætlun sveitarfélagsins 26 til 29. Nú, fyrst nokkur orð svona árið. Það hefur verið í meira lagi viðburðaríkt hérna hjá okkur í Hornafirði og það var sérstaklega ánægilegt hérna miðjan mars þegar að forseti Íslands og maki heimsóttu okkur í sinni fyrstu opinberu heimsókn innanlands og þá skartaði Hornafjörður sínu fegursta. Það er ekki jafn bjart yfir í dag en það er búið að vera fallegt vetraveður síðustu vikur. Nú, fyrst aðeins forsendurnar hjá okkur. Eins og Gauti fór yfir áðan, útsvarið er 1497, það er óbreytt, þetta er stærð sem að við hreyfum ekki mikið. Ef við förum í það að lækka þetta til að koma til móts við íbúa þá kemur það niður á jöfnunarsjóðunum og greiðslum þaðan. En við höfum hins vegar aðra leiðir og meðal annars eitt af því sem við erum að gera í ár, að það er að lækka fasteignaskattinn á íbúðarhúsnæði. Og þar erum við að fara úr 0,37 niður í 0,33 sem er 10% lækkun og þetta er í annað skipti á kjörtímabilinu sem að við lækkum þetta. Og með þessu að þá erum við svona milda örlítið miklar hækkanir á fasteignamati sem hafa orðið og áhrif þeirra á útgjöld fjölskyldna hérna í Hornafirði. Nú fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði, hann er óbreyttur 1,65, fráveitugjaldið óbreytt samkvæmt gjaldskrá, það er vatnsgjaldið líka og sorpgjöldin þau hækka, 10% hækkun á einstaklinga, 15% á lögaðila. Þarna erum við að reyna að stilla hækkunum í hóf. Þessi málaflokkur á að standa undir sér og við þurftum að fara í þessar hækkanir. Nú, svo vil ég aðeins fara yfir hérna fyrst nokkur verkefni. Ég vil tala hérna, byrja að tala hringtorg og umferðaröryggi, síðan tvær framkvæmdir sem við kláruðum á þessu ári, 2025, og fara síðan í áherslur sem að bæjarstjórnin hafði hérna við þingmenn kjördæmisins í kjördæmaviku fyrr í vetur eða í haust. Nú, það er mjög ánægjulegt að eftir talsvert mikla baráttu að þá náðum við því í gegn á þessu ári að það verður sett hringtorg á nýja veginn okkar Hornafjarðarfljótinn. Nú þessi vegframkvæmd verður algjör bylting fyrir okkur. Framkvæmdir hafa gengið vel þarna. Það er hins vegar þannig að vegurinn nú ekki kannski að opna eins og við vorum að vonast til, að hann opnaði áramót og ég veit til þess í gær að forseti satt á fundi í sinni vinnu í vegagerðin og spurði hvort við getum ekki opnað hann fyrr en seinna veginn og þá var svarið tilbaka, myndir þú mála veg í svona veðri? Þannig að það er ýmislegt eftir, skiltunin og það er langt komið en þá eftir að mála veginn, þá eftir að fara í ýmsan svona loka frágang og svo aftur að hringtorginu að þá er vel við hæfi að gefa því nafn og ég vona því að senda svona tillögur sem hafa komið á umhverfis- og skipulagsnefnd og nefna torgið. Þetta var stórt verkefni, þetta var erfitt að ná þessu fram. Þetta hafðist á lokasprettinum einfaldlega vegna þess að það hefði verið algjörlega galið að setja 2 gatnamót eins og umferðin er orðin hérna og eins og hún hefur verið að þróast og mun þróast á næstu árum og eins og börnin okkar er að keyra hérna í skólabíl daglega og í fimleika upp í Nes. Þannig að þetta er mjög ánægjuleg niðurstaða. Og þetta hafðist með mikil samstöðu hér en líka frábæru samstarfi við starfsfólk vegagerðarinnar sem reyndist okkur mjög vel, ekki síst á lokasprettinum. Og landeigendur komu að þessu og við tókum öll höndum saman og nú er hringtorgið komið og loka frágangur bara eftir. En vegurinn opnar nú ekki fyrir öllum líkindum þegar að sól fer að hækka nokkuð á lofti hérna hjá okkur. Nú, síðan eru 2 stóra framkvæmdir sem að sveitarfélagið kláraði á árinu 2025. Sindrabær, hann var loks, þarna stendur reyndar kláraður
Við fórum í það, Sindrabær, fyrir þá sem ekki vita, er okkar tónskóli, okkar frábæri tónlistaskóli og þarna er líka samkomuhús, glæsilegt sögufrægt samkomuhús. Það var búið að taka húsið að utan en það var búið að bíða mjög lengi eftir því að fara í framkvæmdir inn í húsinu og þær heppnuðust mjög vel en þeim er í raun ekki alveg lokið þó að húsið sé komið í notkun vegna þess að við buðum út tæknibúnað, hljómtæki og tæknibúnað í húsið og það útboð var kært og eftir nokkuð langan tíma kom loks niðurstaða. Hún var okkur í óhag þannig að við þurfum að byrja upp á nýtt. Það kemur upp úr kafinu að það var hátalari í útboðsgögnum sem átti að vísa 120 gráður í hljóðburði eða hvort það var 100 og það munaði þarna 20 gráðum á tilboðinu sem við tókum og á því féll þetta. Það féll 500.000 króna málskostnaðar á sveitarfélagið og við erum núna að vinna úr því hvernig við getum haldið áfram með þetta. En þegar að tækin verða öll komin á sinn stað og búið að stilla þá munum við telja í og halda gott opnunarpartí á þessu frábæra húsi. Nú síðan er það ný viðbygging við Sjónarhól sem er leikskólinn okkar hérna á Höfn. Þar tókum við í gagnið núna í haust glæsilega viðbyggingu og þar eru sem sagt 2 nýjar deildir við leikskólan sem er núna 8 deilda. Að vísu var hann 7 deilda en ungbarnadeildin var í öðru húsi. Og það er mikil ánægja með hvernig hefur tiltekist með þessa viðbyggingu og skiptir okkur mjög miklu máli. Á þessu kjörtímabili höfum við verið með og sjálfsagt á kjörtímabilinu hérna áður augun á þessu. Þetta er eitt af stóru málunum og mönnun á leikskólum hefur verið áskorun bæði fyrir okkur og fyrir önnur sveitarfélög. Það hefur verið gegnumgangandi of lágt hlutfall faglærðra leikskólakennara og við erum núna að auglýsa eftir fólki alveg á fullu og hérna við vonumst til þess að geta haldið samfellu í því að öll börn fari nú inn hérna við 12 mánaða aldur hérna í Hornafirði. Nú, síðan ætla ég að nefna hérna 3 mál sem eru þá merkt með bláu þarna og þetta eru mál sem að við ræddum við okkar þingmenn í kjördæmavikunni þegar að þau fóru í heimsókn í sín kjördæmi og þingmenn Suðurlands komu hingað til Hornafjarðar. Við reyndum að vera mjög skýr í okkar framsetningu. Þarna voru 3 mál sem að þurftu pólitíska aðkomu og ég ætla að fara eins yfir hvernig hefur gengið með þessi 3 mál. Fyrst vil ég nefna byggingu hjúkrunarheimilisins hérna á Höfn. Okkar krafa gagnvart þingmönnum og ríkinu þar var að komast frá verkinu. Og við höfum verið með þessa kröfu nokkuð lengi en það voru sett ný lög í vor í tengslum við kjarasamninga kennara, lög sem að gerðu það að verkum að hjúkrunarheimili sem hafa verið byggð nú þegar og þau sem eru byggð inn í framtíðina, þau færast alfarið yfir til ríkisins. En það stóð síðan í lögunum að hjúkrunarheimili sem er í byggingu 1. júlí 2025, þegar lögin tóku gildi, þau væru ekki undir í þessu samkomulagi. Nú eftir mikla baráttu að þá náðist að koma sveitarfélaginu frá þessu verki og allri framtíðar skuldbindingu á hálfu sveitarfélags. Við vorum verkkaupi í þessu verki með ríkinu. Samkvæmt samningi eiga sveitarfélag að borga 15% í svona verkefnum en ríkið 85%. Í þessu tiltekna verkefni vorum við hins vegar með í upphafi 24,7% af kostnaði vegna þess að við vorum að byggja framleiðslu eldhús og vildum eiga það og við vorum líka að byggja kapellu og líkhús. Nú, þessi tala lækkaði síðan eftir skoðun í 22,7% en kostnaðurinn við bygginguna, þetta hefur gengið erfiðlega, það hafa verið gerð mörg mistök. Kostnaður við þessa byggingu, nýja húsið og endurbætur á gamla skjólgarði sem eru reyndar ekki hafnar, að þær sá kostnaður var orðinn þannig að það var ekki réttlætanlegt fyrir lítið sveitafélag að standa undir honum. Það var viðurkennt, við losnuðum frá verkefninu og þetta hafði og mun hafa mikla þýðingu fyrir okkur vegna þess að það er ekki undir 0,5 milljarði
í framtíðar skuldbindingu og kostnað sem sveitarfélagið er að losna frá þarna. Þá eftir að ljúka samningum endanlega, það er að segja gera upp við þessi 3 hjúkrunarheimili sem voru í byggingu 1. júlí og ég sit í stýrihópi fyrir hönd sambandsins sem er að vinna að því með fjármálaráðuneytinu og það er lokað uppgjör sem sagt við Hornafjörð, Kópavog, Boðaþing þar og síðan Reykjanesbæ og við eigum von á því og það verður að koma skýr niðurstaða fyrir áramótin af því að það stendur í lögunum að yfirfærslu á þessum eignum yfir til ríkisins eigi að vera unnið fyrir 1. janúar 2026. Svo er það verkefni númer 2 og það er búið að ræða það en það er björgunarmiðstöð í Öræfum og við höfum öll lagst á eitt þetta. Þarfagreining er svona langt komin í svona samtali við þessa aðila sem að munu vonandi verða með aðstöðu í þessari björgunarmiðstöð. Og stjórnvöld þurfa síðan að koma á vagnin með okkur og við þurfum að reisa húsið hvar sem að það nú verður staðsett. Það samtala á eftir að fara fram, sú skoðun. Svo var það 3. málið sem við ræddum við okkar þingmenn og það eru Grímslin og það gætir stundum misskilnings hjá fólki þegar talað er innsiglinguna hérna í Hornafirði að hún sé erfið eða slæm. Innsigling sjálf er bara mjög góð. Það sem að hins vegar hefur verið áskorun fyrir okkur að sandburðurinn hérna ósinn og úti fyrir ströndinni, hann hefur verið þannig að það er sandskafl sem að myndast þarna sem heita Grímsli. Og þar höfum við verið í miklu samstarfi við Vegagerðina og líka við danska svona straumfræðistofnun, verkfræðistofnun sem heitir DHU og við höfum verið að rannsaka Grímslin og þær rannsóknir og þær tilraunir og sú dýpkun sem við höfum verið með gefa í raun og veru betri raun en við þorðum að vona það að bygging leiðigarða hérna fyrir utan geti mjög hæglega komið í veg fyrir þennan sandburð. En við höfum þurft að grafa okkur í gegnum þennan skafl og gera skurð síðustu ár og sérstaklega til þess að svona þegar að drekkhlaðin uppsjávarskip er að koma þarna inn að þau taki ekki niður í. Og í núverandi samgönguáætlun þá er okkur tryggt fjármagn til ársins 2030 og það er útboð í gangi dýpkun á Grímslunum næstu 3 árin. Þannig að það er ánægjulegt að núna sé komin þessi fyrirsjáanleiki og útgerðin hérna á svæðinu sem að hefur verið í gríðarlegri fjárfestingu hefur kallað líka fast eftir því að hafa þennan fyrirsjáanleika. Þannig að í þessum 3 málum að þá hefur bara talsverður árangur náðst og vil ég þakka bæjarfulltrúum öllum fyrir að standa svona þétt saman að þessu og líka fyrir þeim þingmönnum sem að hafa komið að því að reka okkar málstað í þessum stóru og mikilvægu málum. Nú, þá komum við aðeins að áætluninni sjálfri og það sem við sjáum á skjánum er þá rauðu súlurnar niðri eru rekstrargjöld í A og B hluta og bláu súlurnar uppi eða bláleita grafið að það eru rekstrartekjur í A og B hluta. Og hérna sjáum við sem sagt rauntölur 2024, útkomuspá 2025 og fjárhagsáætlun 26 til 29. Og við sjáum þarna að tekjurnar í A og B hluta frá árinu 2022, notabenni þær súlur ekki á þessari mynd, en tekjurnar hafa vaxið 29%, en rekstrargjöldin hafa líka vaxið og þau hafa vaxið 25%. Það hefur náttúrulega verið, við höfum verið að svona bæta dálítið í, bæði er þetta launakostnaður sem hefur hækkað, en við höfum líka verið að efla í raun og veru menningarmiðstöðina til dæmis, við opnum gömlubúð, við réðum inn 2 starfsmenn þar. Það voru kynntar á þessum fundi hér fyrr breytingar á skipuriti í stjórnsýslu og fjármálasviðs, þar sem að sveitarfélagið ætla sér að ráða mannauðsstjóra. Þannig að það er ýmis fjárfesting sem að við höfum farið í sem hefur aukið okkar kostnað, en á móti er líka mjög gleðilegt að sjá að tekjurnar hafa vaxið meira og það er ánægjulegt.
Nú ef við skoðum síðan aðeins hérna veltuféð og rekstraniðurstöðu að þá er á efri myndinni að þá sjáum við rekstraniðurstöðu í A og B hluta árin 2022, 23 og 24. Þetta eru rauntölur og svo útkomuspá fyrir árið 2025 og áætlun 26 til 29. En þarna sést að afkoma á kjörtímabilinu, rekstrarafkoman hefur verið jákvæð samtals 1,9 milljarða króna að meðtöldu árinu 2025. En lántaka hjá okkur hefur verið 250 milljónir. Þannig að afkoman hefur verið góð og veltufé árin 22 til 24 var að styrkjast mjög mikið. Í útkomuspánu fyrir árið í ár þá lækkar veltufé aðeins á meðan við árið 2024 og það helgast nú af því að við tókum 250 milljón króna lán hjá fjármálastofnunum á þessu ári og svo sjáum við veltufé lækkar aðeins 26 til 29 en nú að styrkjast á því tímabili en ástæðan fyrir þessu er svo að við erum að fara í gríðarlega miklar innviða fjárfestingar hérna hjá sveitarfélaginu. Og ef við skoðum þá aðeins svona hvernig þetta verður hjá okkur þegar við erum að hugsa lánin, að þá sjáum við þarna miklar innviðafjárfestingar sem eru áætlaðar. En við áætluðum þó, ef við sjáum efri súluna rauðu, árið 2022 þá vorum við með 150 milljónir í áætlun að taka að láni. En við tókum ekki krónu að láni. Árið 2023 vorum við með 510 milljónir áætlaðar en tókum ekki krónu. Árið 2024 vorum við með 460 milljónir áætlaðar en tókum ekki krónu. Á þessu ári voru áætlaðar 650 milljónir í lántöku en góðu heilli þá höfum við einungis þurft að taka 250 milljónir að láni. En þið sjáu líka að fyrir árin 2026, 7, 8 og 9 þá talsverð lántaka fyrir huguð og hún mun væntanlega ganga eftir ef okkur tekst að framkvæma fyrir allt það fé sem í framkvæmda áætlun. Og þá skulum við kíkja aðeins á neðri myndina en þar sjáum við gráu súlurnar það sem hefur verið í áætlun, framkvæmda áætlun sveitarfélagsins í A-hluta sem dökkgráa súlan og dökkbláa og B-hluta sem það sem ljósblátt og ljósgrátt. Árið 2022 vorum við með 500 milljónir áætlaðar í fjárfestingu en við náðum ekki að fjárfesta fyrir það, við fjárfestum fyrir eða framkvæmdum fyrir 372 milljónir. Á árinu 2023 var síðan milljarður sem var í fjárfestingaráætlun í A og B en rauntölur voru 625 milljónir og á árinu 2024 voru 1381 milljónir í framkvæmdaáætlun í A og B hluta en það var framkvæmt fyrir rúmlega 900 milljónir króna. Í fyrra á þessu ári að þá vorum við með 1546 milljónir í framkvæmda áætlun í A og B hluta en útkomuspáin gerir ráð fyrir því að við náum ekki að framkvæma fyrir nema 700 milljónir króna. En við sjáum líka þarna í áætlun árið 2026 að við erum með 1549 milljónir í afskaplega metnaðarfullri framkvæmda áætlun og nú fer að reyna á hversu svona mikið við getum framkvæmt á næsta ári. Ef við kíkjum síðan aðeins á skuldahliðina og hérna hvað skuldir sveitarfélagsins eru háar, að þá sjáum við þarna á efri myndinni dökkbláa línan, hún núverandi skuldahlutfall sveitarfélagsins árið 2024, útkomuspá fyrir árið 2025 og áætlað skuldahlutfall árið 26 til 29 á miðað við þær framkvæmdir sem við erum með í áætlunum og þá lántöku sem í fjárhagsáætlun til ársins 29. En hérna má líka geta þess að rauða talan sem þarna merkt með stjörnu, þetta talan sem við áætluðum að skuldahlutfalli væri í lok árs 25, í lok árs 26, 7 og 8 og þetta í áætluninni sem var fyrir árin 2025 til 28. En við erum þá að gera ráð fyrir því að miðað við núverandi fjárhagsáætlun, langtímaáætlun til 29 að skuldahlutfalli fari á næsta ári upp í 68,5%.
farið svo í 75 og 80% árið 2028 áður en það byrjar að lækka aftur. Og á neðri súlurnar, þær sýna í raun og veru skuldir sveitafélagsins við fjármálastofnanir, langtímaskuldir í A- og B-hluta. Þannig að í útkomuspá fyrir árið í ár eru sem sagt skuldir og næsta árs afborganir 1100 milljónir króna, en við gerum það ráð fyrir því í lok þessara langtíma áætlun að heildarskuldir sveitafélagsins við fjármálastofnanir í bæði A- og B-hluta verði rúmlega 2,7 miljardar króna. Nú, og það búið að ræða hérna á þessum fundi okkar unga fólk og það vel, en á þessari mynd sést svona samantekt það sem að kom fram á barna- og ungmennaþingi hérna hjá okkur fyrir 2 til 3 vikum síðan. Og bæjarstjórnin á sínum vinnufundi framkvæmda og fjárhagsáætlun tók þessar tillögur og hafði þær til hliðsjónar þegar við vorum að vinna okkar vinnu, og ég vil þakka bæjarfulltrúum kærlega fyrir það og taka undir þau orð sem komu fram hérna á fundinum áður, að við erum á öfundsverðum stað þegar kemur að því að hlusta á okkar unga fólk og svona hefðinni fyrir því. Við erum með glæsilegt ungmennaráð og við erum með fulltrúa í ungmennaráði inn í öllum fastanefndum og við þurfum að halda áfram á þessari leið einfallega vegna þess að þeirra rödd verður að ná inn á þetta borð, inn í þennan hóp og inn í þessar áætlanir sem við erum að vinna. Okkur alvara með þessu, við erum barnvænt sveitafélag, við fengum viðurkenningu á árinu, 4. sveitafélagi hér á landi sem barnvænt sveitafélag, og okkur mikil alvara með þessu. Og þetta skiptir okkur máli. En hér ætla ég að fara aðeins myndrænt yfir þær framkvæmdir sem eru áætlaðar hjá okkur árin 26 til 29 og ég ætla bara svona að dreipa á því helsta. Ef við skoðum fyrst árið 2025, hvað var það sem við gerðum á þessu ári? Jú, við höfum verið að vinna í náttúrulega því að byggja við leikskólan. Við tókum nýjan Sindrabæ í notkun, við settum glæsilega flotbryggju við nýja björgunarskipið okkar, Ingibjörgu. Við höfum verið að vinna í leikvöllum, settum nýjan glæsilegan leikvöll á Ekrusvæðið, undirbyggum nýja hagahverfið, settum glæsilegt hundagerði og svo höfum við verið í fráveituframkvæmdum og þið sjáið þarna fráveita 4A. Hún var framkvæmd sem var tenging í gegnum ránaslóðinni eða meðfram ránaslóðinni frá Leiðarhöfða út í Ósland og á næsta ári erum við þá að fara í áfanga 4B og þá erum við að tengja inn á dælustöðuna milli 70-80% af bænum, þannig að það verður stór áfangi þegar við klárum áfanga 4B sem verður á árinu 2026. Ef við kíkjum síðan á árið 2026, hvað áætlað, að þá vil ég kannski halda til haga svona þarna stendur malbygg og við ætlum að malbygga talsvert mikið í þéttbýlinu á næsta ári en við ætlum líka að fara í 3 götur og taka þær upp alveg frá grunni og það eru Silfurbrautin, Fiskhóllinn og Sandbakki og það verður talsverð malbyggun að vinna tengt því en þannig verður áætla bæði í náttúrulega A- og B-hluta bæði á Fiskhóllnum og Sandbakkanum Silfurbrautinni þarf að taka göturnar algjörlega upp, alla lagnir og allt saman. Þannig að þetta afskaplega metnaðarfull framkvæmdaáætlun fyrir næsta ár hjá okkur. Svo vil ég vekja athygli á fjölmörgum svona áherslum þarna í kringum miðsvæðið okkar. Og þegar ég tala miðsvæðið, það hefur nú aðeins komið fram hérna, miðbærinn, hvar hann og hvar miðsvæðið? Nú nýr miðbær mun rísa niðri við höfnina á Heppu og þar í kring en við erum líka hérna við hús sem ber einfallega nafn miðbær en miðsvæðið þá ég að tala miðsvæðið sem æskulýðs, skóla og íþróttasvæðið okkar og þarna erum við með í áætlun nýtt gervigras í Báruna, lýsingu í Báruna, að hefja byggingu á nýju íþróttahúsi, að leggja drög að gervigrasi á fótboltavöllinn, byrja að laga sparkvöllinn og körfuboltavöllinn sem eru þarna á skólalóðinni og laga til á miðsvæðinu og það meiri síðan hreistibraut þarna inni líka en allt verður þetta bundið því að við sameinumst og við náum að horfa á framtíðar fyrirkomulagið svolítið mörg ár fram í tíman. Við erum að vinna núna þarfagreiningu skólahúsnæði grunnskólans okkar
hún mun koma inn í þetta og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því. Sjálfur er ég ekki alveg viss hvernig grunnskóli eða skóli framtíðarinnar verður, en þetta þarf að skoðast allt á sama tíma þannig að okkur takist vel til í þeim stóru framkvæmdum sem framundan eru á miðsvæðinu. Svo kíkjum við aðeins árin 27 til 29, að þá er ýmislegt sem við ætlum að gera. Við ætlum að halda áfram með lýsingu á strandstígnum okkar sem við ætlum að hefja strax á næsta ári. Við þurfum að fara í bræðslubryggjuna. Hún er á samgönguáætlun 29 og 30. Við þurfum að skoða hvort við getum ekki fært það framar. Við þurfum að fara og halda áfram að fjárfesta í tækjabúnaði fyrir slökkviliðið. Við erum búin að kaupa 2 nýja slökkubíla á síðustu 2 árum, annan í Öræfi og hinn hérna á Höfn. Og það er svona ýmislegt sem við þurfum að gera sem liggur á og svona ákveðin innviðaskuld sem við erum að vinna á núna. Þannig að í þéttbýlinu sjáum við að fyrir árin 25 til 29 er gríðarlegur metnaður í framkvæmdaáætlunum. Nú skulum við bregða okkur út í dreifbýlið og við skulum byrja að skoða hvað við gerðum á árinu 2025. Nú við náttúrulega ræddum hérna neyðarviðbragðið áðan og þar er sveitarfélagi með ákveðið framlag. Við sköffum íbúðarhúsnæði fyrir viðbragðsaðila. Við keyptum líka nýja slökkvitækjabifreið fyrir slökkviliðið í Öræfum sem var mjög mikilvægt skref. Við opnuðum og vígðum nýja 80 metra hengibrú sem er hluti af jöklaleiðin okkar sem er Jakobsvegurinn hérna sunnan jökuls sem að við erum stöðugt að bæta inn í. Nú við fórum í stórkostlegt verkefni með ungmennafélaginu Vísi í Suðursveit þar sem að þau settu frjálsíþróttavöll við hérna Hrollaugstaði sem er félagsheimilið okkar og 27. júní á árinu 2026 verður vígsludagurinn. Þá verður haldið vígslumót þarna á þessum frjálsíþróttavelli sem er búin að efla andan í Suðursveit alveg ofboðslega mikið og samtakamátturinn byggingu þessa vallar var alveg stórkostlegur. Svo vil ég nefna líka motocrossbrautina sem við fjárfestum í með akstursíþróttafélagi Austur-Skaftafellssýslu á síðasta ári og við eigum einhverja bestu og best búnu motocrossbraut á Íslandi og hérna koma aðilar og er haldið Íslandsmót á hverju ári. Við fjárfestum áfram í Mánagarði líka, en hvað er áætlað árinu 2026? Jú, við stefnum að því að hefja að reisa björgunarmiðstöð í Öræfum. Við ætlum að setja nýtt eldhús í Hofgarð sem er grunnskólinn okkar og félagsheimilið í Öræfum. Við erum búin að gera verksamning lagfæringar á göngustígnum Múlagljúfur og þar er bara beðið eftir því að tíðin verði þannig að það verði hægt að hefjast handa. Nú við ætlum að endurnýja salerni, nýja útihurð og ræstikompu á Hrollaugstöðum. Við ætlum líka að taka þátt í því með Þorrablótsnefndinni að kaupa hljóðkerfi í húsið. Við ætlum að laga salernin í Holti og í fundarhúsinu okkar í Lóni ætlum við að laga aðkomu og við ætlum að mála einnig. Síðan á árunum 2027 til 2029 að þá munum við fara í framkvæmdir við nýjan göngu- og hjólastíginn í Nes. Nú er nývegurinn að koma og við getum byrjað að hanna á næsta ári nýjan göngu- og hjólastíg í Nes. Við ætlum að klæða þakið á Hrollaugstöðum klæða húsið 2028 og fara í þakið 2029 og við munum fara í viðgerðir utanhúss og málingu einnig á þessu tímabili í Mánagarði. Þannig að er að ræða mjög metnaðarfulla fjárhagsáætlun. Við ætlum okkur stóran hluti í framkvæmdum á næsta ári. Við erum stöðugt að gera betur við okkar starfsfólk og við megum vera ánægð og stolt af því að geta í raun og veru mætt þeirri þörf sem er hér við innviðauppbyggingu og eiga borð fyrir báru að geta hugsað svona stórt. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón. Áður en að ég opna hér fyrir umræðu þessa ágætu fjárhagsáætlun, þá ætla ég að fara hér yfir helstu niðurstöður áætlunar. En fyrir árið 25, helstu niðurstöður áætlunar fyrir árið 25 í A og B hluta eru eftirfarandi. Er ráðgert að rekstrartekjur A hluta verði árs 26 fyrirgefið verði 4.313 króna. En þær eru áætlaðar 4.077 í útkomuspá fyrir yfirstandandi ár og voru 3.981 fyrir árið 2024. Rekstrargjöld A-hluta fyrir árið 2026 er áætluð 3.890
en eru áætluð 3.469 milljónir í útkomuspá fyrir þetta ár. Í áætlun ársins fyrir árið 2006 er rekstrarniðurstaða í A-hluta jákvæð sem nemur 110 milljónum króna. Í A- og B-hluta er ráðgert fyrir rekstrartekjur fyrir komandi ár verða samtals 4.772 milljónir en eru áætlaðar 4.482 milljónir í útkomuspá fyrir árið 2025. Rekstrargjöld í A- og B-hluta á næsta ári er áætluð 4.072 milljónir en eru áætluð 3.646 milljónir í útkomuspá fyrir þetta ár. Í áætlun ársins fyrir árið 2026 er rekstrarniðurstaða í A- og B-hluta því samtals jákvæð sem nemur 267 milljónum. Gangi þessi áætlun eftir ráðgerum við að samantekið veltu fésamstæðu í rekstri A- og B-hluta verði 716 milljónir og fjárfesting nemi 1.550 milljónum króna. Jæja, að þessari töluðu lokinni þá ætla ég að gefa hér orðið laust þessa ágætu fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2026. Þeir sem kveða þessi hljós vinsamlegast gefa mér merki. Gunnar, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við yfirferð þessarar fjárhagsáætlunar sem hljómar meðal annars upp á rúmlega 1,5 milljarðs króna framkvæmdaáætlun kemur margt upp í hugun. Löngu þarfar framkvæmdir í geymsluhúsnæði Álaleiru þar sem okkar helstu menningarminjar eru geymdar fá loksins meðbyr, endurbætur á Ekru sem eru stórt og mikið verkefni sem mun bæta afstöðu þar til muna, frekara viðhald og endurbætur á húsnæði og eignum sveitarfélagsins sem eru góðar og gegnar enda ekkert mikilvægara en að hlúa að vel að eignum sínum. Ég minnist þess hins vegar að á fyrsta ári þessa kjörtímabils var boðað stór átak í malbikun. Á sama tíma var ekki aukið við fjármagn til malbikunar og í samþykktir í fjárhagsáætlun ársins 2025 sem samþykkt var fyrir ár síðan voru samþykktar 150 milljónir til malbikunar árið 2026. Nú skulu þær 100. Tekjur af gatnagerðargjöldum af hagahverfi eru reiknaðar strax á næsta ári en þó er vitað að lóðir verði aldrei byggingarhafi fyrr en eftir að lágmarki 12 mánuði sem leiðir okkur til ársins 2027. Þannig að auðvitað er að tekjur af gatnagerðargjöldum vera vart miklar fyrir en þá. Hér er metnaðarfullt félag Landsbyggð að vinna að hönnun á hafnarsvæði, Heppu og svæðinu þar í kring. Verkefni sem lýkur á næsta ári og vonast er til að ef af verður verður hægt að byrja framkvæmdir árið þar á eftir. Það eru engar ætlanir í áætlun sem gera ráð fyrir þeim kostnaði þó svo að Landsbyggð ætli sér að greiða að hluta til fyrir gatnagerð. Þá er það nú þegar sýnt sig að sveitarfélagið mun bera kostnaði að einhverjum hluta af þessu verkefni þó svo að hann muni vafalítið skila sér tilbaka. 400 milljónir eru áætlaðar í hönnun og byggingu íþróttahús og húsnæði grunnskólans og síðan fjármagn á framnæstu 3 árin sem fylla upp í 2,5 milljarð. Það er hugsað stórt og það er mikilvægt fyrir sveitarfélag sem er auðsýnilega í vexti og við þurfum að hugsa unga fólkið okkar. Hins vegar setji ég spurningamerki það hvort menn telji það raunhæft að haldi verði það vel á spöðunum á næsta ári með kosningum og tilheyrandi að það verði hægt að setja 400 milljónir í þetta verkefni. En reynsla sýnir okkur líka að nú þegar er búið að eyða miklum tíma og kostnaði í undirbúningsvinni sem manni finnst samt sem áður vera skammt á veg komin og ekki er útséð með það hvernig menn ætla að útfæra verkefnið. Eins saknaði þess að sjá ekki settan einhvern pening í undirbúninga og byggingu líkamsræktarstöðvar á næstu 4 árum en ég hef heyrt á þessari bæjarstjórn sem hér situr að menn séu sammála það að næsta mál á dagskrá í uppbyggingu íþróttamannvirkja sé eins slík. En þetta er nú bara svona til að lækka ykkur rostan. En ég vil allavega segja að lokum að við getum verið stolt af fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og það var gott að
lesa niðurstöður mats á áhrifum fjárfestinga upp á 2,5 milljarð næstu 4 árin hafi ekki íþyngjandi langtíma áhrif á rekstur og fjárhag sveitarfélagsins. Takk fyrir. Takk fyrir Gunnar minn og takk sérstaklega fyrir að reyna að sparka okkur niður. Það er bara, ég kann vel við þetta. Orðið er lausgjörðusöl, Eyrún. Háæri verði forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég vil þakka Gunnari sérstaklega fyrir að koma og lækka mér ostan. Það er mjög nauðsynlegt að það sé gert á köflum, þannig að takk hérlega fyrir. Já, ég tek undir margt af því sem þú ert að segja og tökum allar þessar ábendingar bara góðar og gildar. Mér langar samt svona af því að við erum að leggja fram þessa fjárhagsáætlun til síðari umræðu. Það langar mig aðeins að þakka öllum sem hafa komið að þessu verki. Þetta gerum við ekki bara við. Þetta er mánaðarferli, margra mánaðarferli sem byrjar hjá starfsmönnum bara á vormánuðum og heldur áfram. Ég vil fá að þakka öllum forstöðumönnum sem hafa rýnt sinn rekstur af því það að sýna ábyrgð í rekstri er ekki einfalt mál. Ég vil þakka sérstaklega sviðsstjórum sem hafa komið verulega mikið að málinu og verið vakin og sofin yfir hverja einustu krónu og tölu. Ég vil þakka þeim innilega. En mér langar líka að þakka ykkur öllum sem og þeim kjörnum fulltrúum sem ekki sitja hérna með okkur í dag. Það eru forréttindi að starfa í bæjarstjórn sem getur einmitt horft saman á stóru myndina. Við getum horft saman á þau verkefni sem eru raunverulega þörf og nauðsyn. Við sjáum hvar stóru línurnar liggja og getum öll sameinast það. Það eru forréttindi að við séum ekki hér sitjandi og gjammandi og spyrjandi hvert annað hvort við séum á móti Sundabraut eða ekki. Við vitum einfaldlega hvað við erum að fara að gera. Þannig að ég ætla bara að fá að þakka Gunnari fyrir góðar ábendingar og hlakka til að vinna að þeim með ykkur á komandi mánuðum fram að kosningum, vonandi bara ennþá eftir það líka. Og bara takk fyrir samstarfið í þessari áætlun. Takk fyrir Eyrún, óðurlega fann að hugsa langt. Kosningahamur í ykkur bara, það er aldeilis spennandi. Orðið lausgjörðusöl, Sigrún. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka undir með Eyrúnu, þakka fyrir okkar góða fólki sem hefur unnið að þessu og þá kannski sérstaklega Valdísi Ósk sem er okkar fjármálastjóri og hefur stjórnað þessu af röggsemi með mér. Takk fyrir það. Varðandi malbyggið, þá tek ég undir með þér. Mikið vildi ég að við hefum malbyggað meira og við hefum átt að malbygga ennþá meira. Við töldum hins vegar að þessar 100 milljónir sem eru núna, að þær dragi í það sem við svona nauðsynlega þurfum að fara í á þessu ári. Er raunhæft að setja 400 milljónir í byggingu íþróttahús á þessu ári? Ef við lítum tilbaka á framkvæmdaáætlun, að við skoðum áðan hvernig við höfum ekki verið að ná markmiðum okkar í framkvæmdaáætlun í A- og B-hluta, sérstaklega í A-hluta, þá hefur undirbúningur að byggingu íþróttahús gengið of hægt. En við viljum trúa því núna að við séum á þeim stað að við getum byrjað. Hvort að við náum að framkvæma fyrir 400 milljónir, hvort að verður meira eða minna á eftir að koma í ljós. Svo er það sko miðbærinn og Heppa, þetta frábæra verkefni sem við erum að vinna að núna í samstarfi við landsbyggð og að sjálfsögða frumkvæði Skinneyjar Þinganes. Og með aðkomu þeirra að verkefninu að þá á eftir að koma í ljós og það er svolítið erfitt að segja til hvort og þá hvaða kostnaður lendir hjá okkur, hvenær verkefnið fer að stað og hvernig gengur þetta skipulag sem þau eru að vinna og hreinlega hvernig íbúum mun síðan lítast á það, af því að það verður íbúakönnun þetta. Þetta er það mikilvægt og stórt verkefni. En ég tek undir, það er mikill metnaður og mjög ánægilegt að sjá að þetta hafi ekki íþyngjandi áhrif á reksturinn. Við getum orðað sem svo, við eigum inni fyrir þessu og það er mjög ánægilegt. Takk. Takk fyrir Sigrún. Orðið er laust áfram með ykkur vill áskýringarsöl. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta eru
mikil tímamót að standa hér í dag og ræða þessa fjárhagsáætlun. Því að þetta er síðasta skipti sem að ég ætla að ræða fjárhagsáætlun í þessari pontu. Því að ég mun ekki gefa kost að mér í allavega bæjarfulltrúa sæti nema við fáum kannski bara langt niður listan og ég verði varamaður í 14. sæti. Hvað veit maður? Nei, en það er margt sem hefur komið hér fram og sem er rétt og satt og annað sem ég langar svona kannski að tala í ljósi bara hvernig við erum að ræða fjárlög og samgönguáætlun til dæmis á Alþingi og annað slíkt. Því að það er svo merkilegt þegar þú veist að fara yfir þessar glærur að þau verkefni sem hafa verið kláruð eru akkurat verkefni sem voru undirbúin á síðasta kjörtímabili og sem aðeins fyrr og jafnvel bara löngu fyrr. Búið að vera í framkvæmdum lengi, bara eins og Sindrabær sem hefur verið tekin í ákveðnum bútum og sjást það líka á súluritinu það sem hefur verið planað og ekki hefur náðst. Að það er bara í þessi, að verða 16 ár sem ég er búin að vera í þessu, að þá hefur það verið bara þannig að það er alltaf plönum í metnaðarfullar framkvæmdir og það næst sumt og annað ekki og bara ýmsar ástæður sem að liggja þar að baki. Til dæmis var boðið út hér framkvæmdir í Ráðhúsinu sem ekki var hægt að fara í því að bara tilboð bara voru ekki, það var ekki hægt að ganga því. Og það er bara alveg eins og hefur verið gert við Sindrabæ í gegnum tíðina. Það hefur verið boðið út og framkvæmdatími hefur ekki passað eða uppæður og annað slíkt. Þannig að þetta er svona eðli þessara mála allra saman og hér var framkvæmdaáætlun fyrir síðustu kosningar þar sem að til dæmis átti að fara í líkamsræktarstöð sem að Gunnar kom inn á sem að var sett til hliðar og var ekki gert en hins vegar sem betur fer það var farið í sjónarhól. Sindrabær kláraður, slökkubíllinn sem var búið að undirbúa útboða, það hélt áfram og hann er komin hingað og það er svo margt sem að auðvitað fer á milli kjörtímabila og þess vegna er mjög dapurt þegar að fólk svona, bara til dæmis sem í samgönguáætlun, það er verið búið að ákveða ákveðna hluti og því er bara hent tilbaka. Þannig að ný bæjarstjórn sem tekur við í júní 26, hvað mun hún gera? Hér er óskalisti og við höfum hugmynd það og sjálfsagt eru einhverjir hér inni og kannski fleiri en einn og fleiri en tveir sem ætla sér að vera áfram og gefa kosta sér og bara frábært. Því það þarf samfelli. Það er mjög vont þegar það er algjörlega nýr hópur sem tekur við og þarf ákveðin tíma til þess að fóta sig og finna hvernig hlutirnir í rauninni bara gerast á erinni og bara, þetta tekur allt tíma. Þannig að ánægjulegt að sjá þau verkefni sem að búið er að vera undirbúa í langan tíma verða veruleika og klárast og við höfum öll heiður af því. Þannig að það sé ekki, ég ætla ekki að taka hann eða að það sé einhverjum öðrum endilega þakka. Við erum öll að vinna saman. Þó að stundum að það finnist manni að vera í mikilli baráttu þá í grunninn að þá erum við mikið til að vinna saman þó að sé ekki alltaf það sem við viljum sem að gerist. Það er bara eðli stjórnmálanna. En hvað þetta bæjarfélag hefur verið vel rekið mjög lengi og við búum að því og þetta eins og í COVID og öðru slíku að það voru miklar sveiflur líka og ekki hægt að fara í framkvæmdir sem að þurfti að fara í og hér er mikið talað innviðaskuld og einmitt það sem Gunnar kom inn á varðandi malbyggið að það er svolítið hjákátlegt að þegar það var mikið búið að tala innviðaskuld í malbyggun að það sé brota því sem að var malbygga fyrir í lok síðasta kjörtímabil sem er á áætlun. En auðvitað vitum við það götur þurfa að vera tilbúna, það eru ýmsar aðgerðir sem þarf að fara í og við erum líka mjög stolt af til dæmis fráveitu framkvæmdunum og hvernig við hefur verið unnið að það er ákveðin áætlun og haldið áfram og þá þurfum við stundum að búta niður og smækka bitan til þess að taka hann ár frá ári. En þá er þetta verkefni sem að engin ein bæjarstjórn hefur heldur erum við að gera þetta í samfellu og auðvitað vonast maður til þess að þau verkefni sem er verið að vinna það sé sem mest samfella í því það er alltaf dapurt á milli kjörtímabila þegar það er búið að leggja mikla peninga, mikla vinnu og annað slíkt í eitthvað og því er hent. Og það er alveg jafnt hér eins og vettvangi ríkisins eða annarra bæjarstjórn.
En ég vil þakka fyrir samvinnuna við þetta og það hefur verið ánægilegt og líka frústrerandi stundum eins og gerist. En það er bara líka gott að takast á og svona þurfa að rökstyðja sig fram og tilbaka. Takk fyrir Ásgerður. Var þið laust að gera þess vel? Sigurjón? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á fjármálaráðstefnunni núna síðustu, sem er svo skemmtilegasta sem ég hef farið á, þá var ákaflega skemmtilegt pallborð. Og þar voru menn að takast á og Daði Már svaraði Sigurð Inga eitthvað á þá leið þegar Sigurður Ingi var nú að segja að þau væru búin að fara í verkefni sem væri búið undirbúið án að ég sé að segja ég sé neitt Daði Már sko, þá sagði hann já Sigurður þið töluðu en við framkvæmdum, það var eitthvað á þá leið. En ég er nú ekki að segja það. Vissulega er það rétt hjá hv. Bæjarfulltrúa að við fengum í raun og veru vel undirbúin verk og gátum klára þau og ég held að við höfum ekki verið endilega að tala mikið um það að þau hafi ekki verið undirbúin. Þetta hefur verið gott samstarf og við búum að því hérna og það er svo verðmætt í þessari bæjarstjórn að við erum sammála stóru myndina, við erum sammála stóru verkefni sem við þurfum að fara í hér á næstu árum. Og það er alveg ofboðslega verðmætt að vera með þennan samhljóm. Vegna þess að svona getum við náð alveg eftirtektarverðum árangri áfram. Framtíðin er björt hérna, við höfum trú á henni og það hefur sýnt sig að það er fjárfesting hérna, það er trú á framtíðina, við erum 2804 í dag en við erum per hausafjölda með flest fyrirtæki á framúrskarandi lista Creditinfo yfir fyrirtæki á miða við fjölda íbúa. Og það sem meira er að það sveitarfélag sem er fyrir ofan okkur er með öll fyrirtækin í sömu atvinnugreininni en hérna er þetta fjölbreytt. En hérna tilkynnir Ásgerður líka að hún hyggist hætta og ég vil nú nota tækifærið sko, og segja frá því að þegar þessi bæjarstjórn tók við þá var ekki mikil reynsla af sveitarstjórnarmálum í nýjum kjörnum fulltrúum. Og það að hafa Ásgerði hérna inn í teyminu bæði sem sko mjög ákveðið aðhald en líka bara hennar sko djúpa og langa þekking á þessu stjórnsýslu stigi sveitarfélögum hefur verið okkur alveg ofboðslega verðmætt og takk fyrir það Ásgerður. Þetta er ekki þú ert ekkert að fara alveg strax og við höfum eftir að sitja áfram sko. Og þannig að en ég vil hins vegar nefna þetta hefur verið alveg einstaklega verðmætt fyrir okkur sem að komum svona dálítið blauta bak við eyrun að þessu fyrir rúmum 3 árum síðan, 3,5 ári síðan, að hafa þig í teyminu og þetta hefur verið alveg magnað samstarf og samstarfið á milli flokkana alveg einstakt. Þannig að ég vildi bara nefna þetta. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Það er fullt af höndum á lofti, Hjördís gjörðu svo vel. Ég ætla kannski samt bara meðan að Hjördís er að koma hérna að taka undir þetta með Sigurjónum. Ég bara, samstarfið við hann Ásgerði búið að vera alveg til fyrirmyndar. Þannig að ég hlakka til nokkur næstu mánuða, þannig að þetta endar allt saman í vor hjá okkur. Gjörðu svo vel Hjördís. Forseti og góðu bæjarfulltrúar, mér langaði bara svona að taka undir svo margt sem Ásgerður sagði. Að fyrir að fyrsta var þetta bara góðu vitnisburður okkar störf á kjörtímabilinu. Líka að einhverju leyti þeirra störf á síðasta kjörtímabili sem er bara vel. Við fengum fullt af verkefni sem voru auðvitað í vinnslu. Og mér langaði bara svo að grípa inn í umræðuna til að segja út að ég er ein af þeim sem var ekki með reynslu af sveitarstjórnarmálum þegar ég kom inn í þau fyrir tæplega 4 árum ásamt mörgum öðrum hér. Að hvað 4 ár sko, þá var ég með lítil börn sem er nú bara svolítið svona vinna dagstaglega og hugsa bara hvað 4 ár er þetta,
svona holy moly heila, hvað er búin að koma mér út í. En svo, nú eru þau bara farin, sko. Og það er svo ótrúlegt, finnst mér, að mér líður svo mörg mál sem að ég brenn fyrir og við og höfum rætt og bara ýmislegt sem að manni langar að gera, að maður er svona úti í miðri á, svolítið, með þessi mál, að því að 4 ár er svo stuttur tími í þessum málum. Svo ótrúlega stuttur tími og það sem mér svona gremst kannski mest þegar ég lít tilbaka út af að við verum að ræða fjárhagsáætlun, það er þessi hlutir að fá í hendurnar velrekið sveitafélag sem að á peninga og hefur átt í bara mörg ár sem er ótrúlega jákvætt auðvitað, en að koma hins vegar peningunum ekki í vinnu. Það hefur svona verið stundum svona pirrandi, eða maður bara segja það. Og þá sérstaklega þegar okkur vantar fleiri hendur. Mér finnst það erfiðasti parturinn. Að vera með verkefnið, þau eru tilbúin og okkur langar svo að kýla á þetta en við höfum ekki fólk til þess að vinna og við getum ekki unnið hana alla sjálf. Við erum ekki, heldur betur ekki hérna sérfræðingar í öllu, sko. Og það finnst mér svona mest erfitt. En af því að Ásgerður var með þessa tölu og kom fram að þetta væri hennar síðasta fjárhagsáætlun, þá langar mér líka að þakka henni fyrir samstarfið. Bara get ekki gert annað út af því að einmitt þetta ákveðið aðhald, hún er svo sannarlega búin að kenna okkur á stjórnsýsluna sem er mjög gott. Það hefur gerst að minnst okkar 2 á kjörtímabilinu að við Ásgerðum hefum verið algjörlega sammála. Það er líka bara, og við tókum bara báðar eftir því og það var frábært. En samt hefur samstarfið gengið að öllu leyti mjög vel og það getur ekki verið annað en jákvætt. Takk fyrir Hjördís. Eyrún kom með hendina á loft, gjörðu svo vel. Forseti, mér líður smá eins og við séum í kveðjupartíi fyrir Ásgerði. En þú er ekki öðrun á þakkinu fyrir samstarfið sem hefur alltaf bara verið mjög skemmtilegt. Frústrandi líka, en bara tek undir með það, en alltaf mjög skemmtilegt. Eitt í þessu þegar við erum að ræða samfellu verkefni á milli kjörtímabila. Þá er eitt sem að mér langaði kannski að draga athygli að sem að ég er mjög ánægð með að hefur myndast einhver svona einhugur og það er til dæmis að mynda áætlanir til lengri tíma varðandi eins og leikvelli, uppbyggingu leikvalla. Það þá sé bara til fyrirliggjandi plan hvernig leikvellir skulu byggður upp í sveitarfélaginu. Eins höfum við stefnt að því að vera með áætlun viðhald og framkvæmdir við félagsheimilin okkar. Ég held að allt þetta séu gæfuskref til þess að tryggja íbúum okkar samfellu og fyrirsjáanleika í þessum framkvæmdum. Þannig einmitt að kosningar valdi ekki einhverjum usla og fólk geti bara svona lifa frekar rólegu lífi þó svo að hópurinn hér inni rótirist á 4 ára fresti. En bara í anda þemans, takk hérlega fyrir Ásgerður. Takk fyrir Eyrún. Þeir sem vilja leggja orðið belg hér. Já, Ásgerður, ekki svöl. Forseti, það getur bæjarfulltrúar. Það er bara að ítreka að það er 16. maí sem eru kosningar, sko. En ég var svolítið hrædd þegar að Hjördís var nú farin að hrósa líka, sko. Nei, en áætlanir góðar, leikvallar áætlun og allt þetta, við erum með umferðaröryggis áætlun, við erum með alls konar áætlanir. Það er ekki alltaf farið eftir þeim, en það er bara gott þegar að fólk vinnur góð plön og þetta er það gott fyrir starfsfólkið að fá eitthvað í hendurnar og fyrir það sem er að byrja. En það er náttúrulega þannig að það er alltaf ný bæjarstjórn sem er að taka boltann. En mér langar bara samt svona að lokum þessari lokaræðum að mér stundum að fólk megi bera meiri virðingu fyrir þeirri vinnu sem aðrir hafa unnið. Og það er því að á hverjum tíma, sama hvort að það verður í meiri hluta eða minni hluta eða hvað það er, nú þessi 4 kjörtímabil, prófa 2 að vera í sitt hvoru, að það er bara, þegar að það er tölu niður verkefni annarra, að það sé svo ómögulegt að því það sé gert svona hinsegin ekki, og svo sest fólk í sömu sæti,
því að það er ekkert öryggt í þessu. Ef þú ert í meirihluta í þessu kjörtímabili, býður þið fram áfram, þú bara alveg verið í minnihluta á því næsta. Og þá er bara komið fram að virðingu við hvort annað, hvar sem við erum, hvort sem við erum í meirihluta eða minnihluta. Og það er ótrúlega leiðilegt þegar það er ekki gert. Takk fyrir. Takk fyrir þessi fínu heilræði, Ásgerður. Tökum þau öll til okkar sem eigum. Sigrún, biðjum orðið gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum nú á leiðinni niður hérna eftir þennan fund í Fordrykk og svo erum við að fara út að borða og þetta er náttúrulega orðið bara hörku kveðjupartí sko, við bara teljum í hérna. En ég tek undir með Ásgerði þegar að kemur að þessari virðingu og tala virðingum annar og ég reyndar til að við höfum gert það í hvívetna. Og annað aðeins varðandi gatnagerðargjöldin, Gunnar, við erum ekki að áætla gatnagerðargjöld af hagakverfinu. Þetta eru önnur gatnagerðargjöld sem við erum að áætla fyrir. Takk. Við erum hérna ennþá í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2006 og orðið er ennþá laust, gjörðu svo vel. Hvort sem það er með kveðjupartí eða hvað annað. Það kveður sér engin frekar ljós, því ber ég hérna fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 upp til atkvæða þeir sem hérna samþykkir við skeiðamerki. Hún samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við hér í 16. lið á dagskránni í dag, eða í kvöld eða nótt ef maður lítur út og sér ekkert nema svarta myrkur. Þá erum við hér fyrirliggjandi 3 ára áætlun fyrir árið 2027 til 2029. Hún er hér lögð fram og ég fengi kynningu hérna auðslega á henni áðan hjá bæjarstjóra. Hún er hér lögð hér fram til umræðu. Gjörðu svo vel, orðið laust. Það kveður sér engin ljós, því legg ég til. Það ætla ég að bera hana hér upp til atkvæða fyrirgefið. Þeir sem henni samþykki við skeiðamerki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í 17. lið á dagskránni. Það er að leggja fyrir mig gildrur hérna. Allt í lagi. Það er kosningin nefndir. Og óskað er eftir að Maciek Rosanski taki aðalmanns í fjölmenningarráði í stað Anne-Marie Luz Jóhannsson fyrirgefiði sem hefur sagt sér frá störfum í nefndinni. Bæjarstjórn hefur samþykkt breytingarna á nefndarmönnum í fjölmenningarráði og málið var tekið fyrir tölvupósti og samþykkt þar samhljóða. Þetta var hér lagt fram til kynningar. Þá förum við í 18. lið á dagskránni. Það er kosningi nefndir. K-listi leggur til breytingu á nefndarmönnum í fræðslu- og frístundanefndar. Róslín Alma Valdemarsdóttir segir sig frá nefndarstörfum og sæti formanns og lagt er til að Eyrún Fríða Árnadóttir taki hennar sæti sem formaður nefndarinnar. Orðið laust gjörðu svo vel. Það kveður sér engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki breytingarnar á nefndarmönnum í fræðslu- og frístundanefnd. Þeir sem þessu samþykkir við skeiðamerki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í lið númer 19 á dagskránni í dag. Það er verklag vegna styrkja og auglýsinga. Lagðar eru fram til samþykktar nýjar reglur auglýsingastyrki sveitarfélagsins. Orðið laust gjörðu svo vel. Að kveður sér engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki framlagðar reglur og hefur verið gert nú þegar. Málið var tekið fyrir og afgreitt í tölvupósti og þetta hefur verið lagt hér fram til kynningar. Lið nr. 20, það er endurskoðun reglna sérstakan húsnæðisstuðning. Lagðar eru fram endurskoðun reglur sérstakan húsnæðisstuðning. Reglurnar voru áður lagðar fyrir á síðasta fundi bæjarráðs, þar sem breytingarnar voru samþykktar. Nú eru lagðar fyrir breytingar sem snúa að endurskoðun á viðmiðunarupphæðum í 7. og 11. grein reglnanna miðað við að þær breytingar taki gildi 1.1. árið 2026. Orðið laust gjörðu svo vel. Það kveður sér engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki breytingarnar á reglum sérstakan húsnæðisstuðning. Þeir sem þessu samþykki við skeiðamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum.
Þá fyrir við hér lið nummer 21 á dagskránni í dag sem er framtíðarsýn málefni aldraðra fyrir árið 2026-30. Frá því í vor hefur unnið að gerð framtíðarsýnar í málefnum aldraðra fyrir árum 2026-2034 í sveitarfélaginu Hornafirði. Haldnar voru vinnustofur í þéttbýlinu í apríl og maí og niðurstöður þeirra lagði fyrir íbúðaráð í dreifbýli og haldnir voru opin hús í félagsheimilum í dreifbýlinu dagana 9. til 11. september. Nú liggja fyrir drög að stefnu sem byggja á þeirri vinnu og sem hefur verið farið fram og hér er lögð fram til samþykktar. Orðið laust gjörir svöl. Engin kveðs og hljóðs, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki stefnu framtíðarsýn málefni aldraðra frá árum 2026-30. Þeir sem er því samþykki vissast gefa merki. Já, það er rauninni komið 3 ártöl hér í gang, sko. Já, 25-30. Já. Þannig að lagfærum það, eigum að lagfæra það áður en við höldum áfram. Eigum að taka upp, er það komið? Og þetta er svo til 26-30. Og 34, flott. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykkir stefnu framtíðarsýn aldraðra í framtíðarsýn málefni aldraðra fyrir árið 2026-2034. Þeir sem er því samþykki við gefa merki. Takk fyrir. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í 22. mál á dagskránni í dag. Það er Heilbrigðisstofnun Suðausturlands, slit félags. Óskað er eftir heimild til að loka bankareikningum Heilbrigðisstofnunar Suðausturlands vegna þess að þar fer ekki lengur fram nein starfsemi. Í kjölfarið er einnig óskað eftir heimilda til þess að slíta félaginu. Ég legg hér til að bæjarstjórn heimili lokunar á bankareikningum Heilbrigðisstofnunar Suðausturlands og í kjölfarið að slíta félaginu og orðið er gefið laust hér þetta. Það kveður sér engin ljós. Því legg ég upp þessa tillögu að bæjarstjórn heimili lokunar á bankareikningi Heilbrigðisstofnunar Suðausturlands og í kjölfarið að félaginu verði slitið. Þeir sem er því samþykki vinsast gefa merki. Það er samþykkt með 7. Lagður lið nummer 23, það er snjómokstur aðkeypt þjónusta, samningur snjómokstur milli sveitarfélagsins Hornafjarðar og Bjarna Hákonar EHF er lagður hér fram til samþykktar. Orðið laust gjörir svöl. Kveður sér engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki samninginn snjómokstur. Þeir sem er þessu samþykki vinsast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá förum við hér lið nummer 24. Það er ársþing SAS fyrir árið 2025, haldið í á Klaustri. Bæjarráð vísaði fundargerð og samantekt af ársþingi SAS frá árum 2025 hér til umræðu í bæjarstjórn og hún er hér lögð því hér fram til umræðu og kynningar. Einhver sem kveður sér ljós. Svo er ekki. Þá höldum við bara áfram, hún var hér lögð fram til kynningar. Þá fyrir við mál nr. 25 sem er óskum umsögn á matsáætlun Hoffell. Tekinni fyrir óskum umsögn vegna matsáætlunar varðandi fyrirhugaða uppbyggingu við Hoffell í Nesjum. Áformað er að reisa hótel og baðstað með veitingaaðstöðu auk annarra aðstöðu tengdri útivist og ferðamennsku, svo sem gestastofu með sýningum jarðsögu svæðisins, göngustíga og upplýsingaskilti náttúru og menningarminjar svæðisins. Uppbygging baðstaðar og gistingar á jörðinni er ætlað til að styrkja Suðausturland sem áfangastaði ferðamanna. Í umsögn skal koma fram hvort umsagnaraðili hafi athugasemdir við það hvernig framkvæmdaraðili hyggst vinna að umhverfismati framkvæmdarinnar út frá sínu starfssviði, svo sem skilgreiningu valkosta, gagnaöflun, úrvinnslu gagna, umhverfismat og framsetningu umhverfisskýrslu. Síðan ætla ég að lesa hér umsögn umhverfis- og skipulagsnefndar en hún liggur fyrir á fundinum en í henni koma fram ýmsar ábendingar.
Bent er á að taka verði tillit til nýs aðalskipulags sveitarfélagsins þegar það mun taka gildi. Þá er bent á að skerpa þurfa á umfjöllun rafmagns- og neysluvatnslagnir, taka til greina áhrifa verkefnisins á samgöngur, bæði til austurs og vesturs. Þá bendir nefndin á ýmsar sérfræðiskýrslur sem að gætu gefið betri hugmyndum áhrif framkvæmdarinnar á þróun ferðamennsku og atvinnulífs á svæðinu. Að lokum óskar nefndin þess að myndræn gögn sýni framkvæmdina frá öllum sjónarhornum. Orðið laust gjörið svo vel. Það kveður svo engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að senda umsögn umhverfis- og skipulagsnefndar vegna málsins til Skipulagsstofnunar. Þeir sem eru því samþykki vísast geðmerki. Hún samþykkt með 7. Þá förum við í Suðursveit, breytingar á skipulagi, aðalskipulagi vegna jarðanna Byrgis og Króks. Tekinni fyrir sameiginleg skipulagslýsing vegna breytingar á aðalskipulagi Hornafjarðar frá árum 2012 til 2030 í samræmi við 1. málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árum 2010 og gerð nýs deiliskipulags vegna jarðanna Byrgi og hluta Króks í Borgarhöfn, sem eru samtals 21,2 hektarar af flatamáli, þar af Byrgir 16,1 hektari og hluti Króks 5,1 hektari. Markmið breytingarnar er að heimila uppbyggingu hótels og starfsmannahúsnæðis á jörðinni Byrgi og á hluta Króks. Orðið laust gjörið svo vel. Það kveður sér engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykkja að auglýsa skipulagslýsingu í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Þeir sem eru því samþykki vinsast geðmerki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Það fór við málum 27. Umsókn lóð Vesturbraut 29 hér á Höfn. Þingvað EHF sækir lóðina Vesturbraut 29. Samkvæmt upplýsingum umsókn stendur til að reisa einbýlishús á lóðinni. Fyrirhugað er að framkvæmdir hefjist í maí 2026 og þeim verði lokið með lóðafrágangi í ágúst 2027. Þingvað hefur skilað inn öllum gögnum samkvæmt reglum lóðaúthlutanir. Orðið laust gjörið svo vel. Það kveður svo engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki lóðaúthlutunina. Þeir sem henni samþykki vinsast geðmerki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í næstu lóð, það er Vesturbraut 31. Þingvað EHF sækir lóðina Vesturbraut 31 og tilstendur að reisa einbýlishús á lóðinni. Fyrirhugað er að framkvæmdir hefjist í maí 2026 og þeim verður öllu lokið með lóðafrágangi í ágúst 2027. Þingvað hefur skilað inn öllum gögnum samkvæmt reglum lóðaúthlutanir. Orðið laust gjörið svo vel. Það kveður sér engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki lóðaúthlutunina. Þeir sem eru því samþykki vinsast geðmerki. Samþykkt með 7. Þá förum við hér í mál nr. 29 í dag, samningur afnot af fjarskiptamastri við Holt á Mýrum. Samningur við Mílu afnot af fjarskiptamastri við Holt á Mýrum er lagður fram til samþykktar. Tilgangurinn er að efla GSM fjarskiptasamband á Mýrum og við nýjan þjóðveg yfir Hornafjarðarfljót. Orðið laust gjörið svo vel. Það er svo engin ljós. Það er enginn að tala meira GSM í Hornafjarðarfljóti, til lagi. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki framlaða samning um afnot af fjarskiptamastri við Holt. Þeir sem eru því samþykki vinsast geðmerki. Samþykkt með 7. Þá fyrir við lið nr. 30 í dag. Það er breyting á deiliskipulagi nýtt verslunar- og þjónustusvæði á Höfn. Tekin er fyrir breyting á deiliskipulagi nýtt verslunar- og þjónustusvæði á Höfn. Samkvæmt framlagðri tillögu og breytingu er bætt við lóð fyrir spennistöð ásamt því að lóðamörk Hafnarbraut 60C verði færð að lóðamörkum Hafnarbrautar 60B. Þá er lagt til að staðföngum verði breytt. Orðið laust gjörið svo vel. Jæja, bæjarstjórn, já ég átti nú kannski að lesa þetta hér fyrirgefið því. Bæjarstjórn álítur að umræddar breytingar óverulegar í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árum 2010, þar sem að tillagan víkur að svo litlu marki frá notkun og nýtingarhlutfalli svæðisins en lóðin að Hafnarbraut 60B hefur ekki verið úthlutað enn sem komið er. Nú ætlum ég að bjóða okkar að taka til máls eða hafa vilja til.
Því ætla ég að leggja til að unnið verði að óverulegum breytingum á deiliskipulagi og ber það hér upp til atkvæða. Þeir sem því samþykki vinstlast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá förum við hér í, já þetta er síðasta mál, hér kemur til erindi frá, sem bættum við hérna áðan, upphæðu fundar, erindi til aðildar sveitafélaga SAS varðandi fund stjórnar 15. desember síðastliðinn. Tekin sérstaklega fyrir liður 4 í fundagerð stjórnar samtaka sunnlenskra sveitafélaga frá 15. desember 2025 vegna breytingar á umgjörð og rekstri SOS sem SORP stöðu Suðurlands sem þarfnast aðkomu SAS. Orðið laust, Kveðis engin hljóðs. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki fyrir sitt leyti aðkomu SAS að verkefninu í samræmi við fyrirliggjandi ályktanir. Fyrirgefðu Ásgerður mín. Ég dreg tilbaka hérna og Ásgerður gaf mér vink og ég tók getið því, fyrirgefðu. Ég er búinn að kveðja þig svo oft að gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, við samþykktum að bæta þessu máli hér inn á fundinn og hér eru þó nokkur gögn sem að bara ég persónulega hef ekki getað kynnt mér, þannig að mig langar til að vita og spyr stjórnarmann í SAS út af hvað er verið að biðja okkur að gera. Er SAS að fara að taka við sorpstöðinni og hvaða áhrif hefur það á okkur sem aðila að SAS? Óskar til þér Stefáni að þakki hér við stjórn fundarins. Já, gauti, gjör svo. Þetta snýst hérna að við samþykktum það á fundi í SAS á Klaustri að sorpstöðin gengi inn í SAS og allir voru samþykki því. Og þetta snýst það, við höfum ekki verið aðilar að sorpstöð Suðurlands, hvorki við Vestmannaeyjar né Vestur-Skaftfellingar og það á svo sumurinn ekkert eftir að breytast nema að nú er verið að koma stjórnarmönnum SAS inn í stjórn sorpstöðurinnar. Það snýst það. Og það er ekki fyrirliggjandi neina breytingar og þetta útkrefur ekki neinn auka kostnað fyrir okkur hér, ekki fyrir þessi þrjá aðila sem þau 3 sveitarfélög sem hafa ekki aðild að sorpbrennslunni eða sorpheyðingarstöðinni eða man ekki eins og hvað þetta heitir almennilega og en þetta snýst það að við veitum þeim aðilum sem hafa innan SAS sem hafa tengsl við SOS, veitum þeim rétt til stjórnarsetu á fundi sem verður tekin fyrir núna fyrir áramót. Það sem að ég vona að þetta ekki svari einhverju. Þeir sem eru í stjórn samstæðarna, þeir fara inn? Nei, að inn í stjórn, já. Takk. Takk fyrir það, Guði. Einhver annar sem vill kveðs ljós? Svo er ekki, þá ætla ég bara að gera svo kræfa að slíta þessum fundi. Takk fyrir mig. Herri já, við þurfum að kjósmynda. Afsakið mig. Ég þarf þá að fá blað. Ég er ekki meðnægt með dagskrá. Herri já, afsakið. Ég ætla ekki að slíta þessum fundi, ég ætla að bera þetta upp til kosninga. Þeir sem eru því samþykkir að fyrir sitt leyti aðkomu SAS að verkefni í samræmi við fyrirliggjandi ályktanir, aðalfundar SOS og fyrirliggjandi samningsdrög. Þeir sem eru því samþykkir vinsælast gefa merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Nú ætla ég að slíta þessum fundi og við ætlum að eiga góða stund saman. Takk fyrir.